Miðvikudagur genginn í garð og nýr þáttur kominn út. Það er kannski ekki miðvikudagur þegar þú hlustar á hann þátt, en það er líka bara allt í lagi, svo lengi sem að kemur ekki fyrir aftur. Gísli Matthías Auðunsson er gestur þáttarins og hann er einn af fáum sem hefur tekist að elda fiskibólur þannig að þær séu brendar á utan en hráar að innan og í kjölfarið starfa sem matreiðslumestari. Þátturinn er í boði Orego, þar sem þú færð allt sem þú þarfnast fyrir fjarvinnuna, lyklaborð, skjáir, tölvumís þess vegna. Já, allt saman. Ég er með ákveðið Michelin stjörnu blæti og er heillaður af þessum háa og stranga elegant standard sem maður finnur í þessum heimsklassa eldhúsum. Gísli er einmitt búinn að fara út allan heim og vinna í slíkum eldhúsum. Hann opnaði veitingastæðin Slippinn í Vestmannaeyjum ásamt fjölskyldur sinni, safnaði pening yfir sumarið, lokaði staðnum og hélt út yfir veturinn til þess að sækja sig í reynslu og þekkingu þangað til peningur rann út eða hann orðinn stórskuldugur. Þá sneri hann aftur heim, opnaði Slippinn og endurtók leikinn. Mjög skemmtilega sögur af þessum ferðalögum hans heiminn en hann vann meðal annars á 11 Madison Park, 3 Michelin stjörnu veitingastað sem var kosinn sá besti í heimi á sínum tíma. Frekar fyndið í ljósi þess að Gísli byrjaði að vinna í eldhúsi út af því að vantaði uppvaskara þegar hann var í byggingaframkvæmdum á veitingastæði í borginni. Í dag er hann og teymið hans að elda mat á heimsklassa, mat sem myndi sæma sér vel í virðulegri veitingasenu stórborgana en hann kýs að gera það í Vestmannaeyjum. Talandi heimsklassa matagerð, hvernig væri að nota ólífuolíurnar við eldamennskuna næst þegar þú stígur inn í eldhúsið. Hágæða ítalskar ólífuolíur sem á noti mikilla vinsælda, ekki skrítið því olían er ein besta fita sem völ er á fyrir mannslíkamann. Ólífa er ekki bara ólífuolíurnar heldur heil matvöru lína. Emil og Ása bjóða einnig upp á pasta rummo og allegrini svo fáett nefnt sé í ólífa-línunni. Ólífa fæst meðal annars í Krónunni en í öllum krónuverslunum finnur þú lítið kringlótt ódýrt merki sem leiði þig á ódýrustu vörunni í hverjum flokki fyrir sig, svo er auðveldara með að spara þér peningin í hverri búðaferð. Ein af ódýrt vörunum eru krónusúpurnar. Ef þú nennir ekki að elda en langar í eitthvað hollt, gott og ég tala nú ekki ódýrt, þá getur gripið með þér 1 stykki krónusúpu, hitað í potti og borið fram á örskotsstundu. Eltið ódýrt merkingarnar í verslunum Krónunnar og lifið heil. Þá fyrir að koma viðtalinn okkar við hann Gísla. Fyrst ætla ég að segja frá kaffinu sem ég er að drekka í þessum töluðu. Hylkjakaffið frá Sjöstrand úr fallegustu hylkjavél landsins. Frá einmitt Sjöstrand. Hylkjakaffið er loksins orðið sjálfbært og kaffið gott á sama tíma. Hvað vill maður meira? Kíkið á sjöstrand.is fyrir nánari upplýsingar og hér höfum við Gísla Matthías Auðunsson í allri sinni mynd. Gjörið þið svo. Gísli Matthías, ertu velkomin. Takk fyrir. Ertu Gísli Matt samkvæmt einhverjum? Já, samkvæmt einhverjum. Samkvæmt samfélagsmiðlum og eitthvað leys. Þá ertu Gísli Matt? Já. Þú ert ekki að branda þig sem Gísli Matt eða eitthvað? Ég vil kannski ekki alveg fara í þá áttina, ég sé að reyna að branda mig en þetta er tölvöld einfaldara að segja bara Gísli Matt. Gísli Matt, ok. Sko, myndirðu segja að þú væri kokkur? Já. Ég var bara að pæla hvort það væri, matreiðslumaður eða eitthvað svona. Þú veist, ég lærður matreiðslumeistari. Ok, það er til dæmis mjög vígalegt. Já, það er alveg svona, það er titill, sko, en þú veist, ég er bara kokkur, sko. Ok. Já, ég er náttúrulega, var bara lítill í mér við að gefa það kaffi, að hann vill ekkert svona kaffi, hann vill örugglega espresso eða eitthvað svona. Þetta er bara perfect, bara kekja. Þú ert alveg að lenda í þessu, ekki? Fólk er ekkert að bjóða þér mjög glatt í mat. Nei, þú veist, það halda allir sko að kokkar muni bara hafa því líka skoðun og ég vil bara gagnrýna það sem, en þú veist, kokkur finnst bara geggja að borða einhvern annan mat heldur en borin fram á veitingastæðum, sko. Þannig að koma heim til ömmu í fiskibólur eða eitthvað svolítið, það er bara geggja, sko. Já, hún er ekkert eitthvað lítil í sér þegar hún býður þér í mat. Stundur segir bara, þér finnst þetta ekki gott. Nei, þér finnst þetta ekki gott. Bara, jú, amma, mér finnst þetta geggja. Já, þú kannt nú örugglega flesta meta, sko. Já, bara klárlega. En hvað er, sko, Gísli Matthías, matreiðslumeistari, hvar svona, fyrir fólk sem er að reyna átt að segja hverju þú ert, myndirðu segja að Slippurinn sé svona svolítið þitt flaggskip? Já, alveg 100%, sko. Slippurinn, veitingastæður í Vestmannaeyjum, sem ég stofnaði með systur minni og mömmu og pappa, þannig að þetta er svona fjölskyldur ekki veitingastæður og já, við vorum núna að klára 9. sumarið, sko. Og við erum bara með opið á sumurinn, bara 4 mánuði meðaltali á ári og frá byrjun var alltaf markmiðið að vera eins svona stað og árstíðabundin eins og við gátum. Hvað áttu við með því? Nota hráefni eins mikið úr nærumhverfi
eins og hægt er og líta í raun og sumari sem ekki eina árstíð heldur margar árstíðir sem breyta svolítið hratt, þú veist, eftir því hvaða jurt kemur inn, þú veist, í byrjun tímabilsins þá getum við bara sótt hundarsúrur og kerfil og smá kvönn, en síðan þegar við komin í endan júlí þá komið alveg fullt af jurtum sem að breyta bara matvíslinn okkar. Já, þetta gerir svona hratt. Alveg bara frá viku til viku, sko. Nú, okay. Breyta hlutirnir, sko. Og svona okkar innlegg hefur alltaf verið að láta svolítið hráefni ráða matselunum heldur en öfugt, sko. Að ekki það búið til matselur og reyna að fá þau hráefni, heldur sjá hvaða hráefni við getum fengið og búið til eitthvað skemmtilegt úr því, sko. Einmitt, og ég ætla að taka þessa umræðu svolítið ítalega með þér á eftir, en hvernig ferðu inn í þennan kokkabransa? Ég veit að þetta var ekki beint hinn ástríðubundna, hefðbundna leið. Bara alls ekki, sko. Sko, ég var, sko, var að læra íþróttafræði. Ég var alltaf í fótbolta yfir yngri. Þú veist, ég var aldrei fara að vera eitthvað frábær fótboltamaður, en hafði mikla ástríð og mikið gaman af fótbolta og langaði að vera fótboltaþjálfari. Já. Og var fótboltaþjálfari í yngri flokkum og fleira, sko. Á hvaða aldrei þá, cirka? Já, bara frá því að ég var svona 14 til 17 ára. Ok. Og þú veist, var þá að þjálfa 7. flokk og aðstoða þjálfa, þú veist, 7. og 5. flokk og fleira í fótbolta. Og hafði rosalega áhuga á því. Síðan hérna á mjög hröðum tíma allt í einu var ég komin í samband með stelpu og hætti í skóla og var komin á sjó, bara allt bara within bara 2 mánuði, sko. Og ég kem að miklum sjómanættum, þú veist, langaði minni Binni Gröf sem svona eitt mesta legend í bara sjá að sögu, bara Íslendinga, en ég fílaði ekki að vera þetta sjó, alls ekki. Það var túr sem var 8 dagar, 7 dagar var bara þvílíkt vont veður og bara nánast ekkert fiskir í, og ég var farin að horfa á puttanum og hugsa mér, þú veist, hvaða putt átti ég að fórna til þess að myndi koma þyrla að sækja mig, sko. Já, bara myndi taka einn af. Já, bara hvern þar ég minnst, en ég fann það bara, þetta var ekki fyrir mig, sko. Af hverju endaður þarna? Er eitthvað leiðileg saga þarna á milli þess að þjálfa fótbolta og fór út að sjó? Eða? Nei, bara alls ekki, sko. Það var bara, þú veist, allt í einu var ég fluttur að heiman, byrja að leigja íbúð, og bara, þú veist, þurfti að rætta með vinnu, skilur, og pabbi minn er sjómaður og ég fæ hérna pláss, bara hérna pröfuplás, og eins og sé var ekki fyrir mig. En þú veist, ég man líka eftir það var bara eitt hérna, bara á 7. degi bara, geturðu lært, þú veist, ég bara, já, ég myndi bara læra eitthvað, þú veist, ég myndi ekkert vera hér, sko. Þú veist, mér langaði líka alltaf að gera eitthvað sem var svona mikil ástriða í og fleira, og ég sá svona væpið borð á þessum tilteknum bát var svona, það voru allir svolítið svona búnir að því, sko, og kannski ekki með, þeir voru þarna bara til þess að vinna, til þess að fá peninga, til þess að geta að lifa lífinu annar staðar, sko. Já, það var ekki að heilla þig. Nei, það bara alls ekki, og en síðan var það þannig að ég flutti aftur í bæinn og frændi minn var að opna veitingastað í Kópavogi sem hét Turnin, 19. hæð hérna, og pabbi minn var svo dráðinn í framkvæmdir, bara pabbi minn er svona einn af þessum kann mikið, svona allmúlíkt mann, sko, með risa krumlur, bara stærstu krumlunar og kann að nota þær. Já, bara kann að nota þær, alveg, bara mjög góð lýsing. Og ég byrjaði bara aðstoða hann á fullu, og þetta var rosa stór veitingastæður, þannig að það þurfti að skipuleggja margt og byggja margt þarna inni og setja saman borð, og síðan bara einn daginn þá mætti uppvaskarinn ekki, þannig að ég var settur í uppvaski, og ég hafði verið uppvaskar áður, sko, á 3 frökkum veitingastæði
Reykjavík og ég var ekki svona, mér fannst ég vera búið með svona uppvaskara partinn í mínu lífi þannig að ég var kannski ekki alveg að fíla það og nema síðan einn daginn þá mætti ekki einhver kokkan mig þannig að ég var bara settir í eldhúsið og áður en ég vissi af þá var ég bara komin á 12 tíma vaktir 6 daga vikunar bara, kokkavaktir þá já, 12 tíma, miklu lengri 16 tíma vaktir sko þannig að þetta var bara veitingastað sem var að byrja og það var, þú veist það var rétt fyrir hrun og það var bara byrjaðir í hádeginu og síðan var bara mismunandi bankaveislur hvert einasta kvöld bara Landsbankinn, Sparisjóðurinn þú veist, bara allir þessi bankar sko Glitnir og Arion sem hétt þá ég man þetta ekki alveg en alltaf en allt í hennu var ég bara komin í eldhúsið á þess að beða neittnu það og nema það sem var svo magnaði eldhúsinu að þetta svo mikið dýnamík það svo mikið að deadline þú veist, það deadline að vera klár fyrir hádegi og það deadline að vera búin að baka þessa köku til svo hún geti kólna til þess að geta sett þetta ofan á svo hún verið tilbúin fyrir 6 þú veist, þegar það er að bera hana fram og þú veist ég var ástókin af ástriðinni sem fór í það að bara komast í gegnum daginn á hverjum degi og eitthvað í mér kannski að því ég hætti í fótboltanum hálfu ára áður eða eitthvað þá tengdi ég svona sömu ástriðu þótt að þetta er allt annar hlutur en bara svona það var bara eitthvað verkefni sem allir þurftu að vinna saman til að klára og þannig að það er kannski það sem að dreifu inn í matreiðsluna frekar heldur en eitthvað svona þín ástriða fyrir góðu mat og góðum bröðum sko já. En þú veist, ég hef alltaf haft gaman að borða það sko og gera góða mat en ég kunni ekki elda fyrir mitt litla líf sko Nei, einmitt. Já, erum við að tala um þetta þegar þú byrjar að vinna þarna á 19. þá bara, þú veist, þá var engin framtíð í því að vera kokkur, þú veist, það var engin hugmynd einu sinni. Nei, það var ekki hugmynd, sko. Og hæfileikarnir voru ekki til staðar. Já, þú veist, ég náði að búið til fiskibólur að brenna þær utan en samt þú voru að ráða þær inni, sko, þú veist, þetta er ekki eins og hvernig það er hægt í dag, sko. Já, þið tókst það. Já, þú veist, þannig að ég ætla aldrei að vera kokkur en svona þarna bara fann ég eitthvað sem var bara algjörlega fyrir mig og þetta er líka, það er náttúrulega mjög kreatív að vera kokkur, þú getur þú veist, þótt að allt sem þú býr til kreatívli það er bara borðað skilur, en það er samt, þú veist rosa frjálst að vera kokkur. Þarna kynnistu Gústa Bakar á meðal hans? Já, Gústi, bara algjör king, sko. Það var alveg eitthvað svona rockstjörnu stemming þarna á 19. Ég var, Gústi Bakari sem stofnaði Bröðukó, hann var þarna yfir baksturstildinni eða svona pastryinu eins og það kalla að gera desserta og ég var svona fyrstu mánuðin að var í svona hægri höndin hans, sko, eða þú veist, basically gera allt sem hann endi ekki að gera eða hann treysti mér fyrir sem var svona af að takmarka sko en það geðveikur tími sko geðveikur tími hann er fjörur karakter já þú veist og bara ótrúlegur karakter og bara litríkur og ótrúlega frumlegur og svona hann er rosa mikið svona cut the bullshit gæi sko, þú veist, og segir manni bara 100% hvernig maður er að standa sig sko. Þið kallið þetta pastry sem eru svona eftirréttirnir. Já. Og verður það ekki svolítið svona þín sérgrein eða eitthvað? Eftir nokkra mánuði þá kemur hrunið og þá eru margir sem hætta eru látnir fara og svona toppkokkarnir sko. Og á mjög stuttum tíma er ég komið rosalega ábyrgð í eldhúsinu og ég verði yfir pastry-deildinni bara eftir bara einhverja 7 mánuði í starfi eða eitthvað. Já, þú farst þess að bara í rauninni stöðuhækkun út af hruninu. Já, ég bara, þú veist, standa á nemalunum sko, það ekki launahækkun sko. Það var smálið. Já, fæ bara stöðuhækkun og bara allt í einu er ég yfir þessu og að bera frá mat fyrir rosalega marga og
og ég lærði rosalega mikið á því sko. En þú veist, að vera með Gústa var alveg geggjað sko. Þú veist, að því að hann vann mjög hratt og bara kenndi manni vel en þú veist, í hruninu flutti hann til Danmörku og fór þá inn í bakari businessin þar sko. Og á hvaða stað ertu þarna farin að læra kokkinn eða ertu bara að læra af vinnunni sem móðast í? Þú veist, ég ekki komin á samning eða svona kokkasamning kokkanemasamning ég byrja bara fyrstu mánuðin að þá ég bara að vinna þarna síðan fer ég á kokkanemasamning en síðan kom í ljós seinna meir að staðurinn var ekki með kokkanemaleyfi þannig að fyrsta árið, 1,5 árið þá var ég í raun og veru bara að vinna þarna sko. Og síðan fór ég á þennan kokkarsamning sem tekur, þú veist, maður þarf að vera 2,5 ár eitthvað á samning og síðan 1,5 ár í skóla svona cirka bótt. Og á hvaða vegferð, hvar svona, hvernig upplifið þú þetta? Ég meina þarna ertu komin inn, kemur til þess að hjálpa við að sko, hvað segir maður, setja upp staðinn eða hjálpa bara til við framkvæmdir, allt í einu komin í uppvaskið, allt í einu komin á einhverja kokkavaktir og allt í einu ertu bara að byrja að vinna við þetta, ertu þarna bara komin á sporið, ertu bara að byrja að fíla þig, ertu að fara að vinna við þetta til lífstíðar? Já, bara leið og ég fann þessa bakteríu og bara, þetta það sem ég ætla að gera. Og ertu að tala bakteríuna sem fannst svona í gegnum stemminguna í eldhúsinu? Já. En hvenær upplifur að þú sért góður í því sem þú ert að gera? Að þú kunnir að setja saman brauð eða bera eitthvað fram eða búa til rétt í hausnum á þér? Sko, það var ekki, kannski veitingastæður með mikið nýjungum en samt veitingastæður sem að fóru inn á margar matagerðir. Þannig að ég var ekki að læra eitthvað eitt, ég var að læra svona margt og sérstaklega að gera mat í svona stórum ég leiði maður að sleppa svona voljúmum, þú veist, 200 manns 300 manns og bara svona hlaðborðveislur já, hlaðborðveislur, að þú veist turnin var ekki svona það sem kallað à la carte veitingastæður sem að þú bara mætir, fær matseðil og pantar og fær sér matinn. Það skilgengin á à la carte? Já. Bara matseðil og einn diskur kemur? Já. Ok. Já, þú bara pantar matinn, basically. Og ykkur fær miða inn í eldhúsi og elda matinn og setur hann á disk og þú færir hann. Og það svona rosalegur munur á svona eldhúsum? Já, bara allt skipulag, þú veist. Ég meina, á svona, eins og í turninum, þú veist, þá byrja ég bara daginn á því að byrja að elda, þú veist, 8 risastór ribæ og kartöflur og allt og bara eiga nóg mat þegar að bara koma endast á fólki, sko. En à la carte veit ég að þá með bara undibúa allt þannig að þegar pöntunum kemur inn þá er maður rosalega fljótur að elda hana. Já, þannig verkferðlarnir eru bara allt öðruvísi. Bara allt öðruvísi, þetta bara tvennt ólíkt, sko. Einmitt. Og hvar þarna ertu svona komin á sporið með að fara út í þetta og þú byrjar síðan að vinna hjá Dill, eða ekki? Jú, sko, ég byrja þú veist, Dill opnar þarna það sé 2010 eða 11 í Norræna húsinu sem rétt hjá háskólanum. Þar ég kannski með svona 2,5 ár þar sem ég búin að vera upp í turni og á þeim tíma, þú veist, þá var ég bara aðstofar yfirkokkur og fannst ég bara kunna allt og flesti kokkar sem að komu inn að vinna í turninum, ég var yfir þeim þótt að þeir voru læri kokkar en ástæðan var bara að því ég kunni allt þarna sko, í turninum en af því að ég gæti gett góða mat þar og svoleiðis svona fannst mér að ég kunni allt en síðan labbaði ég síðan Gunni Kalli sem rekur Dill og svona uppáhaldsmaður þann staðar og Siggi Gísla sem átti turnin þeir voru að vinna saman í mörg ár. Gunni Kalli var aðstofari ykkur Sigga á sín tíma þannig að Siggi talaði við hann og spyr hvort ég megi bara koma og pröfa og sjá. Hvernig, á Dill? Já, á Dill. Hvað þeir eru að gera. Sá var stórin eitthvað rókafullur hann í turninum og má hann Gísli ekki sjá hvað þeir eru að gera á Dill? Þeir voru að byrja með þessa svoköllu nýnorrænu matagerð sem snýst það að leita svolítið inn á við að hráefni, þú veist í staðin fyrir að flytja inn hráefni og nota þá að sjá hvað gott í nærumhverfi og hvað bændur eru að gera og kannski, þú veist, finna einhverjar hefðir og styðja þær, sko.
en ég man bara þann dag sem ég labbaði inn á dill, sjokkið sem ég fekk þess að ég fattaði bara, ég kunni ekki neitt að elda bara ekki neitt bara að gera mat svona frá 100% grunni ég bara kunni það ekki það var bara mesta learning curve sem ég hef fengið og ég var ekki lengi þar sko. Ég var bara einhvern tæpa mánuð sko. En ég bara áttaði með því að ég kunni ekki neitt Þið langaði ekki aftur á sjóin bara þegar við lappaði bara, alls ekki ég var bara þvílíkt inspired sko. Bara það sem þeir voru að gera þá með við alla aðra veitingastæði á Íslandi það var bara svolítið magnað sko. En auðvitað var þetta í litlum skala þú veist, þetta var pínu lítill veitingastæði dill og hönnun, eða þú veist þú býr til upplifunum fyrir gestinu en þess að þú getur bara valið margrétta seðil og þá hefur þú svona já, þú getur bara búið til upplifun sem þú veist annað heldur en í hlaðborðu og líka annað heldur en á à la carte veitingastöðum þar sem það eru kannski 8 mann saman um borðið og panta allir sikkur á hlutin og þú veist það bara ekki hægt að búa til jafn mikla upplifun úr þannig eins og í svona margréttarseðli þar sem allir þurfa að fara í það sama Þú ert í rauninu bara að gefa kokkinum stjórnina Já Það er ekkert, fólki líkar misvel við það, eða ekki? Jú, alveg klárlega Það er ekkert fyrir alla og þú veist, og það var ótrúlega þrautsegja sem að Gunni á dill sýndi vegna þess að ég var stundum að vinna það komum 2 gestir á kvöldi sko og það er engin vísindum til að reikna það náttúrulega gengur alls ekki í rekstri en alltaf hélt hann áfram og aldeilis búin að uppskera eftir því sko Það er eitthvað saga af því að hann baði að fara að tína kvönn fyrir sig Já, það var mjög fyndið sko, í Norrænahúsinu það endalaust kvönn fyrir utan staðinn og hann sagði getur þú farið hann út og tínt kvönn og ég fór út og síðan ég veit bara ekkert hvað kvönn fór inn aftur og hann bara fór skemmtilega og sýndi mig bara myndaði og ég fór að leita aftur og tíndi kvönn og kom með hann aftur og hún var bara sett í eitthvað ferli og þetta var bara stuttur dagur þú veist, þennan mánuð var ég í raun og veru að vinna frítt á dill bara til þess að sækja mig reynslu bara læra því sem þau voru að gera þannig að þennan dag var bara stuttur dagur sem gerist ekki oft í eldhúsum en þennan dag þá er ég búinn snemma og fer þú veist, á þessum tíma þá var maður stundum að fara í ljósabekki og fór í ljósabekk og daginn eftir ég er bara með eitthvað vörtur og fór í vinnu samt, þú veist, á dill byrjaði eitthvað að elda og ég stóði yfir hitanum að bara steiki eitthvað á pönnum og í alvörunni ég horfði á höndina með bara svona nánast bara bubla þú veist, það bara komu bara endalaust af vörtum og ég skildi ekki bara ekki neitt hvað var að gerast ég fóti Gunna og bara en ég lét Gunna ekkert vita fyrir eftir bara service sko og var bara emjandi að sársöka og sagði ég veit ekki alveg hvað er að gerast yfir mig en þú veist, og ég held að ég hef talið ára 170 vörtur á höndinni og en þá var það þannig að það er ein típa kvönn sem heitir tröllakvönn sem er eitruð og ef hún fær útfjólblá geisla sem getur komið úr sólinni en kemur rosalega vel úr sólarbekkjum að þá hefur hún þessi áhrif að maður hefur bara endalaust af vörstum ég sagði við Gunnar ég veit ekki alveg hvort ég geti komist á morgun hann þú veist ekki koma inn í viku ég vil ekki sjá þig nálægt matnum mínum sko. Ekki koma á morgun en þetta er alveg mjög þekkt innan kokkabransans að fara og vinna fyrir stað launalaust bara fyrir reynslu Já. og mér finnst svolítið heillandi sko, og ég hef heyrt söguna af þér nokkurn veginn þannig og þetta er svona svolítið einföldun býst ég við en veist, þú opnar slippin vinnur á sumrin, safnaðir einhverjum pening ferðu til útlanda
vinnur fyrir engan pening, bara fyrir reynslu, eins lengi og peningurinn heldur þér uppi, klára peningin, kemur aftur heim, vinnur fyrir pening, aftur út, Já. sækir reynslu. Sko, Mér finnst þetta briljant konsept og auðvitað náttúrulega mjög áhættu mikið og allt það og mikið strit, erfitt, en bara ímyndaðir hvað, þú veist, þetta er bara svo mikið lærdómskurfa eins og þú varst að tala um. Já, þú veist, þetta er alveg ótrúlegt sko, en þess að ég hef oft útskýrt þetta fyrir fólki bara hvað, og varstu bara að vinna frítt? Og ég bara, nei, ég var ekki að vinna frítt, ég var í ókeypis skóla, skilur, ég þurfti bara að borga gistingu. Já. Þú veist, ég er kannski að fara inn á veitingastæði sem eru bara mörgum taldir bara þeir áhrifa mest í þeirri borg eða bara alveg upp í heiminum sko. Og ég er að fá að vera að fluga á vegg gegn því að leggja eitthvað smá inn, en þú veist en málið er að þeir þurfa ekki frítt leibor. Það eina sem það gerir fyrir þá er að þeir ná kannski að láta veitingastæðin sem verða aðeins betri eða þægilegri eða svoleiðis, en þeir eru líka þessu þess að þeir bara paid forward sko. Já. Paid back og Það er bara að miðla sinni þekkingu og reynslu. já, og þú veist þetta var, þú veist, ég var einn vetur í New York þá safnaði ég pening veturinn áður, þá var ég vinn í Frakklandi, þú veist sem var bara ágætlega vel borgað, svona engakokkur í svona skíðaskóla. Er það ekki smá ævintýri? Jú, það gekk ævintýri sko. Mikil vinna en bara geðveikt sko, þú veist. Og þarna er svolítið verið að elda fyrir bara mjög svona VIP fólk, eða ekki, eða hvað? Jú, mjög ríkt fólk allavega, mikið af rússum. Og þú ert í rauninni bara, þau koma inn í eitthvað svona chalet eða eitthvað svona skála. Já. Og þú ert bara kokkurinn þar. Já, Og þú bara gerir það sem þau vilja. bara þau vilja, bara já, fekk alveg marga mismundi kúlna og sumir svona kannski meira uppáhaldsettur en aðrir. Þú veist, rússarnir voru svona yfirleitt ekki mjög skemmtilegir, en þess að þeir litu svolítið niður á starfsfólk sko, eða bara þannig að þú veist, mér fannst ekki frábært að vinna fyrir þau, en þú veist, það var alveg þannig að þú veist, það kom 5 manna fjölskylda, þú veist, 2 foreldrar og 3 börn og komið 3 persónapíur, 1 lífverður og 1 bara að vakta útidyrhurðina sem bara þyrla upp á húsinu sko, og þú veist, og ef að börnin fóru að grenja eða fóru að væla, skilur við, sem börn gera, það bara ok. Og þú tekin í hálstak. Nei, það var bara ok, förum á þyrlunni í Disneyland í París, þú veist, og það bara farið í París og skilur, komum við með fullt af pökkum tilbaka sko. Og hvað ert þú að gera þarna? Hvernig ertu bara morgumatur, hádegismatur, kvöldmatur? Já, bara nákvæmlega eins og þeir vilja sko, og þú veist, eins og þessi fjölskylda til dæmis, það var bara ég átti alltaf að vera 100% tilbúið með mat. Ef hann sagði, mér langar að fá hlaðbara borðið eftir 10 mínútur, þá þurfti ég að vera tilbúið með. Þannig að maður þurfti bara að vera 100% tilbúið með allt og bara bíða eftir gói, nema síðan bara marga dag mætti hann ekki mat sko. Já, og þú samt með allt tilbúið. Allt tilbúið, þú veist, með þess að búin að steikja kjötið, þá átti bara rétt eftir að gefa smá hita og allt, þú veist, það bara allt klárt. Vá. Og þetta er vel borgað eða eitthvað? Bara ágætlega borgað, bara ágætlega borgað, og þú veist, tipsin aðalega eru góð sko. Já. En síðan voru aðri kúnar sem voru alveg geggjaðir sko. Þú veist, fekk eitt Breta sem á 2 risa desert fyrirtæki í Bretlandi og á 75% af allri eggjaframleiðslu, þú veist, eða lífrænni eggjaframleiðslu í Bretlandi. Þú veist, alveg svona risa stór gæi og rosa gúrme gæi, og þú veist, þegar hann kom og var með púrtvín frá 1960 og eitthvað og hvíta truflu sem voru í jörðinni deginum áður í Alba hér að Ítalíu og pata negra, bara eitthvað þvílíka skinku og bara snillingur sko, og þú veist, það er svolítið þannig að alltaf fyrsta máltíðin það ákveður kokkurinn á staðnum, en síðan bara elda maður eftir það sem þau vilja. Ég eldaði fiskrétt, þú veist, það er svona já, mín sérgrein er að elda fisk og hann var rosa ánægður með það,
nema síðan bara strax morgun eftir þú veist, hann vaknaði klukkan kortir í 7 og byrjaði að vinna þá þurfti morgunmaturinn að vera klár fyrir hann og hann baði eggjarhræru, steikt egg og nýpressa safa og nýbaka croissant þú veist, þannig að þá þurfti ég að mænda út í bakari bara inn í vinsluna að ná í nýtt croissant fyrir hann sko, koma með og vera tilbúin í pressa safa og gera síðan eggjarhræru hérna og gaf hann þetta og hann bara, ég þarf að kenna þér að gera eggjarhræru ég bara, ok, ekkert mál skilur við, þannig var ég búin að vera kokkur í 5 eða 6 ár og bara, þú veist frá því ég byrjaði að vinna í eldhúsi og fannst ég alveg kunna að gera þetta hann stóð yfir mér og kendi mér að gera eggjarhræru sem tók hálftíma að gera sem alveg sama hráefni og myndi setja í venjulega eggjarhræru sem bara smá smjör, mjólk, salt og pipar sko. En bara hvernig hann gerði það og leiði bara tímanum að elda þetta og hann bara basically kendi mér að gera langbestu eggjarhræru sem ég smakkaði á ævinni. Þannig að þetta var í rauninni jákvæð reynsla, þetta var bara geðveik reynsla. Hann í raunverulega kendir, þú lærðir á hann. Já, en síðan þú veist síðan voru orðnir bara svona ákveðnir félagar sko og hann vildi alltaf fiskrétti og síðan einn daginn þá spurði hann mig bara veist, hvað uppáhaldið þitt? Hvað finnst þið bara besta hráefni eins og þú færð? Og ég sagði bara humar frá Vestmannum bara, þetta gekk það, þú veist og alltaf að reyna svona kynnunum fyrir veitingastæðanum mínum hann bara, já, ok getum við fengið það í matinn á morgun? Ég bara svolítið erfitt að fá hráefni en getur þú græða það fyrir mig? Þú veist ég skal já, ég skal græða ég hringdi bara til Eyja og bara þú veist, getið þið reddað humri þú veist, í flugvél til Frakklands og það var einhver í Eyjum sem reddaði því upp á flugvél það fór til Geneva og þaðan til Marseille og í þyrlu upp í frönsku Alpa og ég veit ekki hvað þetta hefur kostað en málið er að þetta fólk sem kemur hana það hagnast meira peningum heldur en geta eitt Já. Bara, þú veist að hún langaði bara í hennar humar þá ætlaði hann bara að fá sér hennar humar skilur og ég meina síðan bara eldaði hennar humar daginn eftir og hann bara, þetta var mjög gott bara búið Ágætis kólefnisspor á já, bara skellur þetta, skilur en það var kannski ekki þessi vitundavakning orðin sko. Nei. En var það svona ekki fyndið fyrir þig einhvern veginn, þú veist, kannski svona kom einhverja heimþrá og eitthvað og allt í einhverju humar komin frá Vestmannum sem var þar bara í gær já, bara og þú upp í einhverjum skíðaskála í Frakklandi það er bara mögnu upplifun sko. Alveg mögnu upplifun og líka bara útrúlega fallegt svæði og þú veist í þessum 850 manna bæ sem það býr bara 850 manns hana, þú veist, en síðan þegar að skíðatímabilið er náttúrulega miklu fleiri þar sko ég held að það hafi verið 21 Michelin stjarna þú veist, ekki 21 Michelin stjörnir staður heldur, þú veist, sumir með 2 og 3 og þú veist, og síðan bara allt þetta kjaftaði, þú veist, Búlgari og allt þetta bara, þú veist Musaev, Demantar og þú veist, það var bara allt annað. Þetta er þannig bær bara. Já, þetta er bara svona algjör vitleysa sko. En það var ekkert fengið hver sem er til þess að vera kokkáni í þetta fólk? Nei, þetta bara axlaðist á mjög skringilegan hátt, bara einn af eigendum Slipsins nei, ekki Slipsins Turtsins, það sem ég var að læra alltaf hann var með einhverja tengingar þarna í fjöllin og já, mér var bara búið þessu vinna sko. Og hvernig ert þú að upplifa þetta? Þannig ert þú 100% ábyrgur, býst ég við, þú ert aðalmaðurinn í eldhúsinu, þú ert ekki undir neinum, þú ert bara eini maðurinn eini maðurinn. Hvernig upplifir þú svona bara þinn eigin bara hvernig var svona sjálfströstið? Ég meina þegar hann segir, heyrðu, já, maður langar í þetta, ert þú bara ekkert mál, ég get bara, þú ert þessi miljardamæringur eða whatever og bara ég er að fara að gera máltíð sem bara sæmir miljardamæringum. Já, þú veist var bara sjálfströstið skrúað í botn.
Já, líka þú veist bara hráefni sem maður var að fá þarna líka þú veist, var alveg ótrúlega gott sko, þú veist, bara allt kjöt og grammiti og fleira og mjölkvörur sem að voru þarna í Frakklandi, allir þessi ostar og svona, þú veist það var ekki rosalega erfitt að gera mjög góða mat sko. Okay. og jú, þú sjálfstöðstu bara alveg í góðu lagi sko, að búa til hennar mat, þú veist en svona það sem ég tek mest úr þessi er bara þessi reynsla að sjá þannig heim sem maður þekkir ekki neitt sko, hjá ykkur svona þú veist, þetta fólk er ekkert merkilega en annað fólk sko, bara langt í frá þetta er bara fólk sko bara eins og allir aðrir og en bara sjá allt svona í kringum þetta, þú veist, líka hvað mikið að þessu er bara svolítið mikið kjattaði sko. Já. En þarna endar að við byrjum að tala um þetta út frá þessari hefð sem hefur skapast að fólk vinni frítt á eða fái frían skóla. Já, fái frían skóla. Þú veist, ég man þarna fór ég út kom frá Frakklandi með einhverja tæpar 2 milljónir íslenskra króna, þú veist, í laun skilur, fyrir tímabil sem kannski ekki gott tímakaup að því maður var að vinna allan daginn alltaf, en bara fyrir nýútskrifaðan matselmann ég var búin að ekki búin að fá mikið að launum frá slipnum á þessi tíma var bara frábært og ég var bara búin að ákveða það ég ætla að eyða þessum pening í að næsta vetur ætla ég að fara til New York og vinna á nokkrum af mínum uppáhaldsstöðum þar og ef ég geti komist inn á þá og ég var þar í 3+3 mánuði sem ég fór út í 3 mánuði tæpa 3 mánuði fyrir áramót því ég var ekki með vinnuvísa og fór síðan bara strax í janúar aftur í 3 mánuði. Já, ok. Fyrir tímabilslífs. En svona ég fór út með svona tæpar 2 milljónir kom heim tilbaka með 2 milljónir yfirdrátt. Það er ekki ódýrt að leigja í New York eða vera Airbnb allan tíman og þannig að þú horfir bara á þetta, þannig bara, herri, ég er að fara út og ég er bara að fara að sækja mér reynslu, ég er að fara að sækja mér þekkingu, ég er að fara að sjá hvernig þetta er gert og þetta er bara snýst það að ég verði betri í því sem ég er að gera. Já, bara 100% og síðan voru líka, þú veist, frídagarnir inn á milli ég eitti þeim öllum bara í að borða, þú veist, ekki bara einhverja fínasta, heldur bara ramen, dumplings, bara endalust og sko ég borðaði bara margar máltíðir á dag og ef ég fekk eitthvað vont þá var ég ekki pirraður því ég borgaði fyrir það, ég var pirraður því að ég var að taka pláss af maganum mínum að ég kann ekki borða eitthvað annað. Það var svona markvist að borða. Já, bara, þú veist, og ég var ekki að borða til þess að nærast, þetta er bara svona að reyna að læra og þú veist, þú veist veitingamarkaður í New York er náttúrulega svakalur, þú veist, bara ótrúlegur, þú veist, það er bara veitingastæðir út allt og það að bara mappa þá og skilja sérstöðu hvers einn staðar, þú veist, af hverju er þetta sérstætt sem þessi staðir er að gera og hvað er svona sérstætt þetta og þú veist, bara hafði svo mikið áhuga á að læra þetta svona, og bara að læra hugmyndafræði á mismundi stöðum og þess að það sko. Getur þú gefið okkur einhverja innsýn inn í stemminguna á þessum, út af þú fórst alveg á Michelin-stjörnu staði, eða ekki? Jú. Hvað svona, er einhver nöfn hann sem að... Þú veist, ég meina, frægasti er Elef Madsen Park sem var valinn besti veitingastæður í heim í nokkur ár fyrir nokkrum árum. Og þú kemst þar inn sem svona, já, bara í gegnum svona sambönd, sko, bara þessi þekkir hennan og þessi þekkir hennan, sko. En var þetta ekki rísa stórt fyrir þig? Alveg rísa stórt, sko. Og hvernig þú veist, þú lappar þarna bara inn í, sko, þetta ég er með algjört blæti fyrir þessi Michelin stjörnu pressu stemmingu í eldhúsunum. Þú veist, ekki það að ég fíla einhvern veginn, sko, ég fíla ekki neitt að svona hugmyndunum að fara að borða á ótrúlega fínum Michelin-stað sem er svona stífur og ótrúlega einhvern veginn svona mikil fáin yfir öllu, þú veist, mér finnst það ekki beint svona, ég heillast meira að svona skemmtilegu stemmingunni, sko. Já. En það er einhvern veginn þessi hái standard sem er svo ótrúlega heillandi, finnst mér, og fólk gerir allt til að fá þessa stjörnu og allt til að viðhalda henni og jafnvel það mikið, sko, að
ég meina, er það ekki smá þekkt að allan á svona saga sem að heyrði sem barna að kokkar væru mögulega að fyrirfara sér eða mistu stjörnur? Jú, alveg bara, þú veist, sko það væri hægt að tala endalst missinstjörnur og ágæti þeirra og kannski ekki ágæti, en þú veist, ef við tökum dæmi, þú veist, þessi staður, Eleva Madison Park, þetta er klassískur franskur veitingastæður sem gerir rosalega mikið út á að þjónustan sé frábær og þjónustan er alveg mögnuð og ekki stíf en alveg fáránlega professional sko. Og bara svona, en samt casual hvernig þið tala við og allt svo en sko þarna eru kannski 50 manns að borða á kvöldi og það er alltaf fullt. Það eru 55 kokkar í eldhúsinu, það eru 10 uppvaskarar, það eru 40 þjónar. Þú veist, þannig að krúið er meira en helmingi fleiri heldur en þeir sem eru að borða. Kostar líka alveg dýrt að borða hana, en þetta er keyrt eins og bara her. Þú veist, bara þú lappar svona og talar svona þennan og allt svoleið, sko. Þú veist, það var alveg þannig að alltaf þegar yfirkokkurinn var að lesa bommuna fyrir allt eldhúsið, þú veist, það kom bara miði upp og hann að lesa, svo allir í eldhúsinu, bara 50 manns, bara oui chef, eða bara oui, sem bara því já á frönsku. Og það er sem sagt þegar hann les þessa bómu þá að tala það kemur pöntun inn í eldhúsið, hann les hann upp og allir öskraði kór oui chef, bara til svona móttekið í rauninni. Og hann er þarna bara herfóringi, kokkurinn, eða yfirkokkurinn. Já. Og þú veist, mér brá bara alltaf þegar allir sögðu oui chef, skilja, því maður er bara ekki vanur þessu umhverfi. Þetta kemur frá Fraklandi eða eitthvað? Já. Þetta er svona það sem kallaði brigade system, skilur. Þetta er, þú veist, þessi er aðal, síðan þessi næst aðal og síðan vinnu það niður, sko. Síðan, þú veist, síðan eru það nemi og síðan eru það yfirnemi og þú veist, þannig að þú vinnuð alltaf á milli stöðva og bara, þú veist, basically, ef þú stendur vel, þá getur orðið einn af aðstóðar yfirkokkunum eftir 3,5 ár, skilur. Okay. Með það taka mánuð á þessari stöð, síðan mánuð á þessari. En þetta er bara svona system, sko, í þessu eldhúsi. Þetta er erfitt að klífa, eða ekki? Jú. Það er ekkert nóg að bara standa sig vel og vera góðu gaur? Jú, vissulega er bara nóg að standa sig bara mjög vel, skilur við. En þú veist, en síðan er, þú veist, þegar þú ert komin í hæstu stöðunar, þá er þetta svolítið. En þú veist, síðan á þessi system eiga sér alveg svona svarta hliðar, sko, þú veist. Það er oft, þú veist, ekki kannski þessi tiltekna eldhúsi, en í mörgum svona eldhúsum þá er kannski fólk að skemma fyrir hvort öðru, sko. Akkurat. Bara lappar á milli og kasta bara eða þú veist, bara 15 grömmum að salti í sósuna á þess að hinn sjáu, síðan bara allt í hennu bara sósan hans bara ónýtt, skilur. Já. Það er enginn að vinna saman, sko, þú veist. Já. Og þú veist, það er náttúrulega bara svona kjaftaðið í þessu, sko. En þarna var ég komin inn á þennan stað og þeir eru með rosalega skemmtilega hefð að neman þeirra þeir sem að koma eins og stagiairs að vinna frýtt, interns. Það heitir að Stasa? Já, Stasia, þetta er franskt orð sem heitir stagiair. Oftast nota það, þú veist, eins og margt í þessum kokkaheimi, þú veist, farið í frönskuna, sko. En já, í raun og veru bara internship. Og það fá ekkert allir þannig. Og í raun og veru fá allir bara viku og þá er dæmt hvort þú sért nógu góðu til að komast að vinna hana og byrja þá á byrjunarreit. Og ég var þarna sem sagt, en ég vissi náttúrulega að ég var ekki að reyna að fá vinnu þarna, sko. Það sem þeir gerðu, bara allt í einu, labbaði yfirkokkurinn til mín og sem sagt, intern sem var á sama tíma og ég og bara, þeir megi fara inn á kælana, nota allt hráefni sem þið viljið, nema fóikara, truflur og ostrulauf. Ég bara vissi ekki hvað ostrulauf væri, bara ok. Og þetta er vantarlega dýrt hráefni? Já, bara mjög dýrt hráefni, þú veist, þetta er bara svona og þegar ég búa til rétt og það er að vera tilbúin eftir 20 mínútur og þetta er alltaf eitthvað svona og bara það, maður bara ok, shit, hvað er ég að gera og ég fór bara og fann
fisk sem að heitir á íslensku búri, ekki mikið í kringum Íslandi, en þetta er síbas á ensku, og fann hráefni og byrjaði að gera minn rétt, fór inn á þurrlægir og var að leita ykkur og það var kona þar inni og ég bara, hvar get ég fundið þetta og hún bara, ég er ekki hérna fyrir þig ég bara ok, komst síðan setna að þetta var bara frægasti pastry-kokkur Ameríku sko og hún bara lenti mér ekki í eina sekundu nema hvað að ég byrja á að elda rétti minn og er tilbúið með hann eftir 20 mínútur og stend þá bara svona í eldur og reyna að ná aukkontakti við kokkinn sem ég geri og hann bara, ok, hvað er með hann? Og kem á aðalpassin eða aðalborðið þar sem er lagt upp heita matnum og hann segir eitthvað sem ég bara get ekki muna hvað hann sagði en á einni sekundu kemur allt eldur, þetta var í miðju service og það var að vera að bera fram mat að bara stoppaði eldursi, bara pásaði og allir í eldursunum, meira svo uppvaskararnir komu í kringum borðið og þú veist, ég fæ gæsa á því að segja frá þessu, að því ég man bara að ég bara þú veist, ég var bara með hjartað í buxun, að því þú veist, hann ætlaði bara að dæma minn rétt fyrir fram alla í eldursunum og síðan bara skar hann, smakkaði bara hvað er þetta? Bara, þetta, akkur saltaði þetta ekki aðeins betur sér bara, mjög gott, takk fyrir og ég bara leið næst í út af sko. En bara ótrúleg reynsla og þú veist, síðan fór ég okkur á bakvið bara, þú veist, fór aftur að tína jurtir eða eitthvað sem maður var að gera þarna þau bara eitthvað, þetta gekk ekki svona vel hjá mér vel gert en þú veist en þannig að það voru engin eftirmál, það var meira bara já, takk, press, bara kvöldi heldur á já, þetta var bara að vera að sjá hvernig þú höndla pressu ok, já, þannig að þetta setup var alveg þetta er bara planað sko. já. Og þú veist, stelpan sem var á sama tíma á sama tíma ég hún bara næstu í brotnaði niður sko. Þegar, sko, ekki þegar hún heyrði gagnrýnin en eitt svoleiðis, bara þegar að þessi bara að þurfa að gera þetta sko. Þú veist, hún var, þú veist indversku bergibróð, eða svo frá Indlandi ég veit ekki hvort hún átti heima í New York og var að vinna hana eða, þú veist, en hún var alltaf að reyna að fá vinnu hana sko. Þú veist, alltaf að reyna að fara að vinna sig í þessum kokkaheim til þess að verða eitthvað stærra skilur og reynir að komast inn á þennan stað þannig að þetta var, þú veist en málið er að ég var smá fearless að því ég var ekki að reyna að fara að vinna það já, auðvitað ég var bara að gera góða mat sko. Ég ætla bara, þú veist, þarna var ég búin að reka veitingastað í 2 sumur minn eigin veitingastað og vera yfir veitingastað í Íslandi og komið með ágætis reynslu kannski ekki í þessar típu af mat en samt, þú veist ég gerði bara mat sem ég myndi bara bera fram á slippnum sko. það var ekkert undir nei, það var ekkert undir og mér fannst það magnað og mögnuð upplifun en þú veist, það var samt kannski ekkert erfitt fyrir mig, eða þú veist, þannig já. En þú veist, ég vann á 6 mismunandi stöðum í New York einn af þessum stöðum það var Íslendingur sem átti hann sá staður hitt Skál í New York þar var kokkur sem heitir Ben Spiegel þessi staður er ekki til lengur í dag en ég lærði rosalega mikið á honum að hann var rosalega mikið þeim langaði að vera íslensku veitingastæðar og hann var að researcha íslenska mat og reyna að búa til skemmtilega rétti út frá því og ég kom að það og lærði hellinga á honum íslenska mat þú veist bara með því að hugsa mismundi hvernig hann er settur saman og allt en þú veist að vera með sömu gildi og allt svoleiðis nema þú veist síðan sagði ég bara við eigandan sem er góðu vinur minn í dag sem heitir Óli Björn Steffensen bara ég ætla ekki að opna stað í Íslandi sem heitir Skál þetta geggja nafn þannig að nafnið kemur á Skál hérna í Reykjavík kemur ekki frá okkur sko. Þetta er bara það var annar staður sem hérna bara annar staður í New York sem hérna það sko. en ein önnur fyndin saga af þarna 11 Madison Park ég sagði þú veist ég mátti ekki nota fóikar og tröflur sem að flestir vita að það eru svona dýrháfni en ég mátti heldur ekki nota ostrulauf og ég vissi ekki hvað ostrulauf var og var mjög forvitin sérstaklega að ég mátti ekki nota hvað það væri
og ég fór inn á kælinn og skoða þessi lauf og svo gæinn sem var svona neminn sem var að sýna mér allt sem bara, já, þessi lauf bragðast eins og ostrur og þau eru flutt inn frá Alaska og við erum að borga dollara per stykkja laufi og ég bara, vá, magna síðan var ég bara ég kannast svo við þessi lauf og síðan bara, þetta vex í Vestmannum sko. ég er bara nokkuð viss að þessi lauf vaksa í Vestmannum síðan bara sömur eftir endalast að þessu í Vestmannum og þarna var ég bara í New York á besta veitingastæði heimi 3 Michelin-stjörnur, kosin besti veitingastæður í heimi. Já, og ég mátti ekki nota þetta hráfni þegar það var svo dýrt sko. Og þetta vex bara á ströndinni í Vestmannum og út allt Ísland sko. Og þetta er bara lauf sem eru svona sægræn á litin og bragðast eins og ferskar ostur og bara þetta er svona eina þessari sögur sem að þarf að fara svolítið í burtu til þess að sjá hvað magnað í sínu territory sko. Og þarna líka kannski spyr maður sig, ok, af hverju er þetta svona dýrt? Ég meina, fyrir Íslendingum er þetta ekki dýrt, fyrir Amerikunum er þetta dýrt út af að þau þurfa einmitt að fljúa sig frá Alaska eða frá Íslandi eða whatever, þannig að svona kannski kynir maður ekki að meta þetta á Íslandi út af að þetta er ekki nógu dýrt, veistu hvað ég veið? Já, alveg klálega, en þú veist, en bara mál er við erum svo fá og vitneskjan er svo lítil sko. Og þú veist ég held bara á þessum tíma vissi enginn að þetta væri til en núna er þetta orðið þú veist, Noma eiginlega gerði þess að plöntu fræga nokkrum árum setna sko. Og núna eru bara margir sem rækti þetta í gróðurhúsum og fleira sko. Já, ok það breytist náttúrulega eftirspurnin eftir þessu Já þannig að núna myndi Elementsmark aldrei borga dollara per stykki fyrir þetta Nei. En á þessum tíma, þú veist, 2013 myndi það gera það sko. Hvernig getum við aðeins tala meira um svona pressuna í eldhúsinu og kannski þetta Michelin-stjörnu kerfi og það er alveg áhugavert sko, það veit allir hvað þetta er Michelin-stjörnur, ótrúlega flott að fá þetta en hvernig horfið þú á þetta? Og ég veit alveg að það eru gallar við þetta kerfi líka Já, það er fullt af göllum þú veist það sem er gott við þetta er að staðir frá ykkur viðurkenningu sem að er viðurkennd það er að segja þú veist, þú færði ekki bara einhvern stimpil frá einhverju blaði sem að skiptir engu máli sko, og enginn veit að þú sért kannski betur en einhvern annar sko, þú veist og ég meina þú veist, það er magnað accomplishment hjá Dill til dæmis að fá Michelin-stjörnu skilur Geturðu sagt stuttlega hvað þú þarft að gera til þess að fá stjörnu? Já, þú veist, þeir gef ekki út hvað það þarf að gera Nei, það er engin checklisti Nei og þú veist, það veit enginn hvað þarf að gera en þú veist, þarf að vera með frábær mat þú þarf að vera með góða þjónustu á Norðurlöndunum sérstaklega þarftu svolítið að vera með svona margréttaseðil finnst manni sko það eru nánast engi veitingastæðir sem eru svona à la carte veitingastæðir sem eru með Michelin-stjörnu Hvernig stæðir þá? Heldur bara svona eins og við talum Dille með svona það sem bara það er lagt já, ég skil það er búið til upplifun fyrir því sko. Já. Eða þú veist okay. Þannig eru flesti staðir á Norðurlöndunum og fleiri stöðum sem eru að fá Michelin-stjörnum en í Asíu er þetta miklu frjálslegra finnst manni og þú veist, ég hef verið á Michelin-staði í Hong Kong sem að þú veist, það er bara wontonsúpa sko. En þú veist, það myndi aldrei gerast á Norðurlöndunum sko. Þannig að það er eitthvað svona smá svæðaskiptingar Já, það er sko, þú veist en þeir gefa aldrei út, skilur gefa aldrei út kriteríunar eða neitt, skilur en síðan, þú veist, ef það komið 2 Michelin-stjörnur þá er það svona exceptional food, skilur og það er alltaf að vera eitthvað saga og það er að tikka í ákveðin bóks en 3 stjörnur, þá er þetta orðið alveg svona miklu dýpra, þá er þetta alveg þú veist, þá þarftu helst að vera með alveg fáránlega dýr vín á einhverjum vínkjallara og þú veist, bara tikka í einhver bóks og meiri svo Noma sem eru mörg sem eru best stæri heimi, hefur aldrei fengið 3 stjörnur það þýðir ekki að þeir sé ekki betri en þeir eru ekki bara, þeir eru ekki að gangi augun á Michelin sko. Þeir gera bara það sem þeir vilja og ef þið fá 3 Michelin-stjörnur, flott en
en það er ekki stefna þeirra sko. Hljómar eins og heilbrigðara viðhorf sko. Það er bara 100% alveg bara, og þú veist það er svo margt við á missin sem maður bara svona bara er fáránlegt sko. og þú veist hefur rosalega áhrif á marga staði, þú veist kannski staði með eina stjörnu vita að þeir bara hafa kannski ekki alveg bara gætu eiginlega aldrei fengið 2 stjörnur út frá því sem þeir eru að gera en þora samt ekki að vera að pröfa eitthvað mikið nýtt upp á að missa ekki quality, upp á að missa ekki stjörnuna. Akkurat. En það að missa stjörnu það getur haft skelfilega áhrif fyrir marga sko, þú veist þú kemst upp á einhvern stall og ef þú veist bara detta á hann og þá halda allir að þeir hafi mistekist sko. Þú veist Meðan þú varst mögulega bara að pröfa eitthvað nýtt sem að þóknaðist ekki Michelin fólkinu en geti verið og bara meira sem kannski eitthvað sem þið fannst miklu betra Vist, ég meina á minni skala þá er Michelin Bib Gourmand sem er veitt stöðum sem að eru með mjög hátt quality og mjög góð verð og þá 2 staðir fengið þetta hér á Íslandi það er matur og drykkur þegar ég var að reka hann komum kannski inn á það á eftir en líka Skál Skál fekk það í hittifyrra Michelin Bib Gourmand bara frábært en síðan árið eftir fenguðu það ekki í fyrra Það er bara veitt til eins árs já, og Michelin stöðum líka Já, ok Þú vinnur þar í raun og veru aftur Það er kannski pressan, það kemur að því að þú þarft að verja stjörnuna í rauninni, eða það kemur út hvort þú á hverju ári sko. Þú veist og við mistum Michelin Bib Gourmand en bara málið er að þú veist það sem ég veit einstinni og það sem við vitum á Skál er að við erum að bera miklu betri mat núna heldur en að þegar við fengum þetta Michelin Bib Gourmand bara málið er að við erum bara með confidence í það að bara við vitum að við erum að gera betri mat við vitum að við erum að nota betra hráefni þú veist, við erum bara búin að við erum orðin betri veitingastæður þannig að það þótt að Michelin finnst við ekki vera ennþá Bib Gourmand staður þú veist, mér er eiginlega alveg sama sko, þú veist, mér er eiginlega bara slétt skilur, það væri kannski annað að þetta væri stjarna og segjum að slippum þú að stjarna og missa hana, það væri miklu dýpra og miklu stærra sko og erfiðara líklega sko en það að Skál hafi verið með Michelin Bib Gourmand sem var bara mjög góð viðurkenning og þú veist, við höfum aldrei getað fengið stjörnu á Skál til dæmis sko, það er bara ekki fræðilegu möguleiki, þannig að fá þessa viðurkenning var bara mjög stort fyrir okkur en það að missa hana ég veit að bara matinn sem við vorum að gera og bara, hann var betri heldur en ári hann var aðeins öðru en hann var betri, þú veist við vorum búin að þróa hluti áfram vorum meira í að gerja og reykja sjálfur og bara gera fullt alveg þannig að, þú veist, það að við mistum það var ég bara ok, þeir veit ekki betur þú veist, mér slétt skilur Já, gott höfðar Já, og þú veist, og við erum alltaf 3 vinir sem eigum Skál og erum með geggja starfsfólk sko, og við segjum þeim bara þú veist, að þú veist kannski einhverju starfsfólki bara leið eins og þeir að brugðist okkur á einhvern hátt skilur, bara alls ekki sko, þú veist við vitum alveg hvað þeir eru að gera gott sko, þannig að þú veist, það er bara Það var eitthvað franskur kokkur sem að ég held að heiti Bernard Louisieux eða eitthvað sem sagði bara ef ég missi missinstjörnum minna á fyrirferði mér sem hann held ég gerði meiri segja sko, hann fyrirfór sér út af rumors að hann væri að fara að missa það Já, einmitt, hann mista hann ekki heldur og þeir mista hann ekki sko. Já, einmitt hann fyrirfór sér út af rumors þegar maður sé hann svo bara þú veist, hann rakna á stað með konunum sinni sko og fyrirfór sér út af rumors að hann væri að fara að missa það en mista hann ekki staðan hélt samt áfram að opin og bara opin daginn eftir sko. Og það er svona Já, og einmitt þrátt fyrir að kokkurinn hafi fyrirfarið sér það bara, við mætum samt aftur í fyrramálið Já, bara það var mikilvægt þú veist, það er svona geðveikin í sig og bara, sem er bara svo unhumane bara mikið í Frakklandi og í kringum þetta Michelin bullshit sko, Michelin madness einmitt. Það er einmitt búið að gera heimildamöndi sem er bara hægt að finna á YouTube sem heitir Michelin Madness hún er alveg orðin 10 ára gömul eða eitthvað
en svona að fara svolítið inn í svona svörtu hliðarnar á þessu fyrirbæri sko. Já, og þarna mitt sko, það sýnir svona svolítið hliðstæðana í því að þú hugsar, herru, geggja við fengum þessa viðurkenningu sem bara heldur áfram að þróa þitt koncept og líður eins og þessi orðið betra og bara staðarinn svo orðin betri á allavegu, missi viðurkenninguna en þú heldur samt bara, en ég veit að staðarinn er betri, þetta greinilega þóknast þeim ekki höldum áfram. Já, bara 100% sko. Já, og þetta var greinilega eitthvað sem hann gat ekki tilengja sér. En það snýrist þá greinilega of mikið stjörnunar. Já, og líka, þú veist, var orðið dýpra þar, skilur þú veist. Þú veist, þarna var hann með 2 stjörnu og var rúmur sem hann var að fara að missa eina, eða eitthvað svolítið, þú veist, hann væri að fara niður í 1 stjörnu eða eitthvað. Og þú veist, og meira undir, skilur þú veist, það að staður fái missinstjörnu getur því líkt svona economic value sko, þú veist. Já, og kannski búið að breytast líka á síðustu árum eða eitthvað. Já. Síðustu 10 árum eða. Já, og svona vitnesku, þú veist, það getur að fá stjórnu getur alveg, þú veist, bara bústa businessin og það er mörg dæmi þar sem veitingastæður eru alveg að fara á hausinn, fá kannski eina eða jafnvel 2 stjörnur og bara bjarga reksturinn sín, skilur. Já, einmitt. En síðan getur öfugt gerst, ef þú ert með 1 stjörnu og missir hana, getur það líka bara farið niður á þessu sko. Já, einmitt. Þannig að þú veist, hann hefur, þú veist, ég veit ekki hver þetta er, það þekki hann ekki, bara ekki neitt skilur, en þú veist, hann hefur kannski hugsað bara, þú veist, ég missi fólk álið á mér, business sem ég verður, þú veist, hvað verður ég eftir þetta skilur? Einmitt. Bara ég er ekki tilbúin að díla við það. En út af þú ert búin að vera inn í þessum eldhúsum á bara 3 Michelin-stjörnu stöðum og mest kannski í Bandaríkjunum eða eitthvað? Já, mest í Bandaríkjunum. Hvað svona einkennir þetta? Hvað gerir þetta svona gott? Það er bara þú veist, gæði en ég meina það eru líka peningar sko. Þú veist, það er ekki hægt að kaupa svo stjörnur en þú getur keypt mikið til þess að fá stjörnur. Okay. Þú veist, þá meina ég skilur, þú veist, það er rosalega erfitt fyrir einhvern að byrja rekstur, þú veist, og bara alveg frá grunni og byggja þau upp og fá síðan 1-2 stjörnur, þú veist, ef þú veist ekki með neitt fjárfesti eða neitt sem gefur kannski forskotið í það að búa til það sem þarf til þess að fá stjörnu. Okay. Eða þú veist, þannig að þú veist, eins og með Gunna að fá stjörnu á Íslandi er svolítið magna en þess að hann basically gerði þetta einn, skilur þú veist, á með þvílíkt góðan partner í byrjun sem að fór síðan úr og síðan fekk hann stjörnu seinna meir sko. En þú veist, síðan eru dæmi sögur frá, ég veit ekki að staði þú veist, með 2 stjörnur sem að kannski er með það ríka fjárfyrst að það skiptir ekki máli, skilur þú veist, hvað er eyða, þú veist þá getur alltaf keypt dýrasta hráefni sem þú getur fengið, alltaf fengið frábæra kokka með það borgaðum hálflaun við erum með besta tækjabúnaði eldur sem þú getur hugsað við erum með geðveika þjónustu af því að dæmi þarf ekki að ganga upp fjárhagslega, skilur einmitt að auðvitað þá ertu náttúrulega í miklu meiri forskoti að búa til eitthvað sem að getur fengið þessar nefndu missinstjörnur, skilur ef að bara öll utanaðkomandi áhrif skipta litlu smengu máli, sko. Já, þeir eru bara að spila annan leik. Já, þeir eru bara að spila annan leik, skilur. Þetta er eins og að bera saman Manchester City og KR, skilur, eða, þú veist, leikni í Breiðholti, skilur. Ok, en fyrir þá saman Eleven, Madison Park og Slippin. Þarna erum við, þú ert 23 ára þegar að þú, til að draga mikrofónu aðeins þarna, góður. Þú ert 23 þegar þú opnar Slippin. Þarna ertu á Eleven, Madison Park 25 ára. Já. Og ég myndi halda að vera temmilega ungur. Já. Hvernig voru aðri nemar þarna kringu á þessum aldri? Já, aðri nemar voru á þessum aldri. En eru þau að opna svona einn veitingastað? Bara alls ekki, sko. Alls ekki, og þú veist, fólk líka bara þegar ég sagði þeim að ég var að reyka veitingastað og væri búin að gera það í, þú veist, 2 sumur. Bara, já, ok. Þú veist, á Íslandi er náttúrulega, það er svo stór tækifæri. Það er svo magnað hvað
með vilja, þú getur gert margt á Íslandi. Það eiginlega alveg magnað. Þú þarft bara að vilja eitthvað og bara gera það. Við áttum engan pening á opnum sleipin, bara engan. Við fáum húsnæði sem hafði ekki verið notað í 50 ár nema sem geymsla. Hús sem að mömmu hafði alltaf dreymt að gera eitthvað í það þegar henni fannst það svo fallegt hús og hugmyndin af sleipnum kemur sem sagt á bara ættamóti árin áður sem við fjölskyldu vorum að hittast við vorum öll á sama stað í fyrsta skipti í langtíma ég, 3 systur mínar, mamma og pabbi og mamma færi þessa hugmynd og bara byrjar að þú veist, bara Gísli, þú ert náttúrulega nýútskrifaður kokkur þú veist, ert að fara að útskrifa sem kokkur þú veist, í desember Rakel, systir mín, hún svo góð að baka kökur, þú veist, hún getur verið yfir kökunum og þú veist, pabbiðin getur, þú veist, laga staðinn, systir getur hannaðan, hún er indjana og hún er svo flott í því og smíða húsgögnin og ég get borða matinn já, ég get verið þjónnin að þú veist, allt alveg því lítið romantíst sko nema síðan bara gerum þetta þú veist, gerum þetta bara og þetta var í júlí sem hugmyndi kom upp ég er náttúrulega algjörlega óraunsar mjög oft og bara opnum í ágúst það var ekki ræðilega möguleiki en ég er náttúrulega nei, ég verð að klára kokkin skilur þannig að ég klára 2011 haust, já, bara í desember 2011 útskrifaði ég sem kokkur og við alveg, þú veist búin að taka þessu ákvörðun að opna sleipin og við vorum alveg bara lokuðum nafnið mjög hratt vegna þess að mamma kom bara með þessa hugmynd að fyrir aftan þetta hús var alltaf gamli bátaslipurinn sem var alltaf bara kallaður slipurinn og þetta hús sem að veitingastæðurinn er í var vélsmiðamagni sem þjónaði gamla bátaslipnum sem sagt bjóð til varahlutina og allt sem þurfti að halda bátaflótanum gangandi í Vestmannaeyjum. Það snýrst allt fisk og allt báta og allt það að bara halda lífinu gangandi. Þú veist, það var ekki að brotna eitthvað eða eyðilegast eitthvað, það var ekki pantaði varahlutur að utan, heldur var bara búin til í vélsmiðamagni. Þannig að þetta hús var með þvílíkt svona já, bara mjög svona integrita í sögu Vestmannaeyja, þú veist, sem mikilvægur partur til að halda samfélaginu gangandi og slipurinn var þar fyrir framann og við ákveðum þetta nafn, þú veist, eftir að hyggja þá hefði magni ekkert verið verra nafn sko, af því að það stendur í magni fyrir utan húsið og þú veist, það hefði kannski bara verið betra nafn en hérna, það er mjög erfitt að útskýra slipurinn oft fyrir útlendingum en ekkert mál samt ég útskýra sem kokkur og ég man í janúar þú veist, frændi okkar á þetta hús og á það ennþá við sést bara leiðu það og hann var bara svona ánæður með svona framtagssemina í okkur og bara var til í að leiða okkur á mjög sanngjarnan díl sko, sanngjarnan díl og við förum og þú veist, þarna ákveðum við að þú veist systir mín, eða þú veist ein af systur mínu var ekki alveg tilbúin að vera einn af eigendunum, þú veist, var bara ekki tilbúin á þeim stað sem hún var í lífinu en þetta var þá ég og Elsa systir mín, Indiana sem er með master í myndlist og þú veist er húsgagnasmiður og húsasmiður og ég veit ekki hvað og pabbi minn Auðun Arnar Stefninsson og mamma mín Katrín Gísladóttir sem að hún hafði áður haft reynslu í þjónamennsku en pabbi bara sjómaður og bara þú veist getur gert allt sem kemur á framkvæmdum basically. Það er bara góð blanda af fólki og ég meina systir mín mikil svona hugsunarmanneskja og svona þú veist við bjöggum svona
til koncepti svona hentum svolítið á milli okkar ég og Indiana en síðan bara í janúar fáum við lyklan á húsinu og förum inn og bara erum við að fara að gera það make it eitthvað sens, við vorum ekki búin að fá láni sem við vorum búin að sækjum fyrir framkvæmdunum og þú veist og síðan var það bara jú, gerum þetta og fundum bara eitthvað hamarana bara eitthvað risa sleggju og byrjum bara að negla niður veggi og þú veist ég á bara það er vídeóin á Facebooki mínu bara frá, þú veist, í janúar 2012 bara, let's go og bara brjóta niður eitthvað vegg, skilur það var bara eitthvað byrjunum á ferlinu síðan voru framkvæmdunar rosalega stremnar að það þurfti að gera svakalega mikið fyrir þetta hús, þú veist það var bara, þeir bönguðum í loftið það bara molnaði úr þeim og þú veist þannig að basically með ekkert budget ekki komið með lán þá vorum við bara að vinna í þessu bara ég, mamma, pabbi Indiana systir og afi var alltaf mættur og reyðum ekki einn innan mann þú veist, við bara gerðum allt sjálf bara og þú veist þannig að var ég með en bara málið á þessum tíma ég hafði aldrei unni í à la carte eldhúsi ég hafði aldrei komið nálægt à la carte eldhúsi Þú varst bara með reynslu úr turninum ég bara á turninum og að vinna á dill sko Já, þú veist Já dill náttúrulega er ekki à la carte nei, þeir eru bara setmenni í staðir sko. Já, setmenni já og hérna er smakkseðill eða hvað sem að við kalla það sko en hérna Þannig að þetta hefur vantilega verið svolítið skrautlega byrjun þegar þið byrjið að reyna fyrir ykkur í à la carte já, bara, þú veist hindranirnar sem við lentum á þurftum bara hvernig komast við í gegnum þetta skilur við, en þú veist alltaf bara komast við í gegnum það en þú veist, en það sem hjálpa okkur líka er að við vorum með rosa fallegt vissum hvað við viljum gera í Eyjum, þú veist og langa að búa til veitingastað sem er svona Eyjamenn eru þau ánægð með en sem myndi samt líka representa Eyjar, þú veist, í hráöfninu og fleira, þú veist en síðan senkar opnun og senkarinn og í raun og veru dagurinn sem við opnum veitingastæðin er 7. júlí 2012 það er Góslokahelgi sem er alveg stór helgi í Vestmannum og bara tróðfullt veitingastæðir en bara þú veist 2 klukkutími fyrir opnun og voru ekki komið hurðarhúnar á baðherbyggi sko. og við ekki búin að pröfa neitt af matnum skilur við kunna alveg elda skilur við en þú veist, og ekki eins og maður pröfa kassakerfi almennilega eða kassakerfi, við vorum með búðakassa sko, og handskrifaða bommur þú veist, það var svo margt sem gat farið úrskeiðis og rosalega margt að ég fór úrskeiðis en við vorum í Vestmannum og til lítið samfélag það sá allir hvað við vorum að reyna okkar allra besta og rúmlega það sko að það einhvern veginn héldu allir með veitingastæðin þú veist, ef við höfum með þesta litla reynslu opnað sama konsept í New York eða London við höfum bara drepin bara af media, þú veist það bara hefði ekki gengið upp skilur, Reykjavík þess vegna Reykjavík þess vegna sko en með þú veist, en einhvern veginn þú veist náðu við að verða alltaf aðeins betri, þú veist, maturinn í upphafi það var svona skrítin samblanda af matnum sem ég læri í turninum og síðan áhrif á dill skilur, það var ekki þú veist, sérstök vestmannísk matursla, en þú veist, við vorum líka að díla við fullt af hlutum sem að við heldum að við þyrftum ekki að díla við, þú veist, til dæmis bara ferskur fiskur viku fyrir opnun þá var ég bara, ok, þú veist við erum í Vestmannum, skilur við og við vorum alveg löngu búin að ákveða það að eitt af svona aðalsmerkjum okkar við værum alltaf með bara geggjað fiskrétti sem náttúrulega meikar 100% sens í þessu, eða þar sem við erum bara viku fyrir opnun var ekki hægt að hafa ferskan fisk í Vestmannum og við bara ok, þú veist, við fórum á fiskmarkaðinn
sem virka þannig að þú veist bátar að landa fisk þar inn, þar uppbóð sem gert á netinu og fiskurinn sendur út allt í svona alveg karavís sem þú veist 200-300 kíló en þú veist ég kem þangað og bara get ég keypt 30 kíló eða eitthvað skilur það var bara hlegið mig sko. Bara við af hverju eigum við eitthvað að selja einhverjum 30 kíló, þetta bara aukaversin fyrir okkur og þannig að ég fór til fiskvinnslana þú veist og það, þú veist, fekk bara svona sveipa viðmót bara, þú veist það er bara mikið versin fyrir okkur þú veist, það er eitthvað að taka frá þú veist, eins og það sé eitthvað svagamál en það en síðan bara ég og pappin að hann bara samfara fiskmarkaðin bara, herðu, ok við erum ekki bara opna veitingastað fyrir okkur sko. Við erum að gera þetta fyrir samfélagi í Vestmannum við erum að reyna að búa til eitthvað magnað sem bara, kannski bara Vestmanningar geta verið stoltir af og geta kannski fengið gesti og meira þess að þú veist fiskvinnslufyrirtækin og alltaf sjá bara sinn hag í því að við værum alltaf með gengaðan fisk þetta er bara auglýsing og þú veist, bara með því að selja okkur fisk þá þurft að gera greiða ekki fyrir okkur þetta fyrir samfélagið og bara komum því svolítið á hann tók það til sín og byrjaði að selja okkur fisk og við náðum að bera fram ferskan fisk á veitingastæðnum og núna í svona seinni árum þá hefur þetta svakalega áhrif á þú veist núna er ótrúlega þægilegt fyrir fiskmarkaðin að hafa okkur þú veist, en þess að ef þeir þú veist, þeir kannski fá 20 tegundir af fiski og allar skrýtnum tegundinu sem erfitt að selja og svoleiðis, bara hendum þessu bara í slippin, skilur þeir gera eitthvað skemmtilegt úr þessu og núna eru líka aðrir veitingastæðir í bænum og þú veist, og núna stundum er kannski ég sem kaupi 150 kíló og Siggi frendi minn á gott kaupir 150 kíló af sama kari, skilur þú veist, þannig að við erum bara að versla bara helling og við erum bara risastór kunni allir veitingastæðinir í Vestmannaeyjum eða þú veist, ekki allir, flestir veitingastæðinir í Vestmannaeyjum eru risakunnar núna á fiskmarkaðnum þannig að í byrjun sem að þetta var bara vesen fyrir þá er núna bara miklu þægilegra og náttúrulega allir veitingastæðinir verða aðeins betri sko. Já, einmitt, og það kannski snýrist ekki beint sko akkur ætti ég að víkja úr vegi til þess að reyna að gera þig ríkan þetta bara, nei, við erum að vinna einhverju heildarkonsepti fyrir bara eyjuna Já, við erum að vinna saman sko, þú veist, og það er sama, þú veist já, Siggi Gísla sem átti turnin sem ég byrjaði að læra hjá hann er bróðir mömmu minnar og 2 árum eftir að opna slippin þá opnaði hann veitingastað líka í Vestmannaeyjum sem heitir Gott og er mjög vinsæll og það er alltaf verið að spyrja ykkur bara þú bara í samkeppni við hann og þú veist og ég og eins í kaldi í samkeppni og eitthvað bara svona við erum ekki í samkeppni þú veist það græða allir á því að allir veitingastæðin séu bara frekar góðir og við erum miklu meiri samkeppni að fá bara aðeins fleira fólki kannski til Vestmannaeyja þú veist miklu frekar að Vestmannaeyja sé þekkt fyrir góða mat heldur en að slippurinn sé góður og fullt af öðrum lélegum veitingastöðum sko. Ég ætla líka að fá að bæta þarna inn í sko. Ég rætti þetta við út þú ert með á Hlemm matvöll, þá ertu með skál Já. og ég var einmitt svona aðeins að leita eftir hvað þið finnst bara þessa samkeppni, ég meina þú ert inn á mathöll og það er bara, fólk klappar inn og lítur í kringu sig hvað langar mig í og síðan var Flatey pizza að opna á mathöll og ég var svona að spyrja út í og þú varst bara, þetta er geggjað að fá Flateyðarinn og ég bara, býtu, af hverju, er það ekki verra? Þú bara, nei, geði þetta að fá inn bara þennan aldurshóp sem að fíla pítsu og þau kom inn á mathöllina og mögulega uppgötaðu okkur líka og það bara liftir öllu upp og þú líka talaði svona, þú veist eins og ég var að tala um henni í byrjun bara ég þorði alltaf að gefa þig kaffi sko, það er svo hrættur að setja svo dómharður á það sem ég býð upp á en þú veist, vorum að ræða vinur okkar er komin til þín í maí og vinur okkar er með sæta snúða og búið til snúða, vorum að segja frá því og ég var svona innstinn að hugsa bara, já, Gísli sé eitthvað svona
hann örugglega ótrúlega góður að gera svona pastry og hann myndi ekkert fíla þessa snúða og þú varst bara geggjað maður, já, er þetta bara Karlsson geggjað að búa til snúða og þú varst bara svona að peppa þetta allt saman Já. og mér fannst það svo gott viðhorf og síðan er þetta að segja þetta með slippinu mitt að þú ert ekkert eitthvað í samkeppni við gott þú veist, jú, ok, þú ert það en þeir eru kannski að vinna að einhverju saman líka Já, bara 100% og þú veist, eins og bara dæmi með hlemmin sko, þú veist þeir reyndu að komast inn á hlemmin áður en voru hafna af eigendunum eða svo sem eiga bara hlemm matöll brandi og ég var að berjast fyrir að fá það inn þess að, þú veist, flatið það? Já. Þess að geða eitthvað pizzur bara einfaldar og bara, þú veist, velgerðar og einfaldleiki það er ótrúlega flókið að ná einfaldleikanum góðum og að fá þann staðinn bara svona eins og þú sagði sko, kom bara með nýja orku inn í hlemm og ég vil miklu frekar þessi 10 geggjaði staðir hana heldur en við sem einn góðu staðir vegna þess að sama með Vestmanneyjar og bara hlemm sem litla einingu þá bara engin spurningu, þetta farið á hlemm til að fá góða mat sko. Og þá geta allir fengið eitthvað fyrir sér tæfi sko. Þá kannski fáum við þú veist, 2 af 7 manna vinahópi til okkar eða 1 eða engan stundum, þú veist, það skiptir ekki máli sko. Þú veist, það er ein líka dæmis að akkurat svona mál í Danmörku Noma sem er svona þekktasti og besti veitingastæðurinn þar þeir fóru frá Kaupmannahöfn í 3 mánuði og opnuðu veitingastæðin sinn í Ástralíu í 3 mánuði Já, og lokuðu í Danmörku? Bara svona pop-up wow. Þeir hafa gert þetta núna í Ástralíu, Japan og Mexíkó geggjað bara nota sínar aðferðir með hráefnistar allt annars og bara ótrúlega áhugavert og bara flytja alla kokkarna og fjölskyldu þeirra og bara allt, skilur en náttúrulega, þú veist þeir náttúrulega á þessum hinum stöðum bara selja þeir upp strax og þú veist, sem bara svona borgar einhvern veginn allt dæmið, sko nema hvað að þegar þeir gerðu þetta fyrst þá voru allir hinir veitingastæðinir allir hinir góðu veitingastæðinir ok, nómaði loksins að fara þeir fá svo mikið að kunnandi sín núna eru brjálega að gera hjá okkur, sko. Hugsaðu allir og nema hvað að það sem gerðist þegar Nóma fór þá var bara met mánuði hvað lítið að gera hjá öllum öðrum vegna þess að fólk kemur kannski til Danmörku eða Kaupmannahafnar 3-4 daga til þess að fara að borða á Nóma en fara síðan á hina staðina í hátíðinni daginn eftir, þú veist þannig að Nóma var bara þvílíkt aðdráttarafl sem gerði alla hina staðina kleift að fá svo mikið að kúnum, sko og það er bara svona samverkunar áhrif eins og bara fyrir fólk sem kemur og ætlar að borða á skál og það bara, ég býti Flatey komið hingað og náttúrulega öfugt, einhver kemur og er að býða til pítsunni sinni og sér matseðilin ykkar og bara fæst ekki bara náttúruvísglas eða eitthvað, einmitt bara gegja já þú veist þannig að það hafa bara sterk brönd hlið við hlið og sterkar staði eða, þú veist, og þetta á við í öllu þú veist eða þú veist, í CrossFit, skilur ef Annie Mist hefði ekki fengið, þú veist hún, þú veist, það var bara fullt af samkeppni sem er bara ótrúlega holdt fyrir alla og samkeppni er góð í öllu, sko Já, og síðan náttúrulega bara riðum að veginn þú lyftir upp standardinum fyrir aðra sýnir hvað er hægt að gera og ég meina eins og fyrir þig þú eru örugglega lært eitthvað af gott og öðrum stöðum hann í Vestmannaeyjum klálega bara svona líka kemur með einhverja þekkingu, sko og sem náttúrulega þú ert líka að gera bara fyrir íslenska matarmenningu, ég veit að þér er mjög kært að halda í okkar hráefni og bara eins og þetta bara, herru, Osterlöf þessi arfi sem er í kringum eiguna, þetta er bara mjög verðmætt og allir bara, er þetta verðmætt eitthvað, þú veist, svona svolítið að kenna á menninguna og bara eins og veist, að fara á slippin og fá sér hundasúrum og hít bara þetta koncept, þetta er svo augljóst bara, þú ert að nýta það sem vex þarna í kring og ert að búa til eitthvað flott úr því út af það er hægt, þetta er ekkert síðra þó svo þetta sé íslenskt. Þetta er einhverjum miklu betra, sko miklu betra, þú getur fengið venjulega mojito út allan heim, þú getur bara fengið hundasúrum í Vestmannaeyjum þá er það miklu magnaðara, þú veist það er eins og margir af bestu veitingastöðum í heimi er að nota
rándýran kafir skilur, sem kemur frá beluga hvölum sem að eru þú veist, endangered species sko. En samt þú veist getur fengið þennan kafir út allt í heiminum skilur. Já. En síðan kannski ferðu á slippinn og þú fær heileldaðan þorskhaus sem getur ekki fengið neinstar annarstæðar í heiminum, af því að þetta er bara uppskrift sem við þróum og gerðum og erum mjög stolt berum fram, og ekki endilega bara þessi þorskhaus, þetta er líka þessi hundarsúrkokteil eða blóberskokteil eða þú veist te sem er bara gert úr jurtum að eiginu. Í raun og veru finnst mér þetta miklu meira verðmættara heldur en eitthvað dýrt hráefni sem allir geta hafa aðgangað í heiminum. Já, bara með peningu þá geta allir fengið truflurinn á veitingastæði. Já, allir. Og fógra eða whatever. Og í raun og veru með pening gætu allir fengið blóðberg til sín, skilur, en það er enginn að gera það, skilur. Nei, einmitt. Og það er það sem að svona, það sem mér alltaf fundist verðmætið í slipnum og bara í því sem við gerum er bara að þetta er bara unique, skilur. Þú færði þetta ekkert annars staðar. Getur það skert með grein fyrir því hversu flottur slipurinn er, og ég get alveg haft eftir fólki og maður langar svona kannski að hlustendur átti sig á því að þú veist, slipurinn er að gera heimsklassa hluti en bara hann er ekki í New York, hann er bara í Vestmannum. Já, sem er náttúrulega, þú veist og það er svolítið erfitt að biðja um að hrósa sínum eigin stað að segja hvað þú ert að gera vel og þú veist, og þarna til dæmis, þarna væri brilljant að geta sagt slipurinn, hann er með 2 Michelin-stjörnur. Fattar, og þá allir bara vum, þetta er rosalegt en þú veist, þú ert þannig í Vestmannum, þú ert ekki elda stjörnurnar en þú ert ekki þú ert að gera þetta mjög vel og þú ert að gera heimsklassa hlutið þannig. Já, ekki bara ég sko, þú veist, bara alls ekki bara ég, þannig að þú veist systir mín hefur haft ótrúlega áhrif hver hugsjón slipsins liggur sko, og mamma mín hefur unnið þvílít að því að vinna, að koma bara að það sem slipurinn er, þú veist, ég fæ mest allt kreditið, sko og ég dríf oft mikið að hlutum áfram og sæki mér reynslu og fleira, en þú veist en slipurinn eru við 4 eigendurnir, en síðan það sem magnað er, við fáum svo mikið að mismundi starfsfólki á hverju einustu ári fáum við nýtt starfsfólk, en þess að við erum bara með vinnu í 4 mánuði og við erum með lokað í tæplega 8 mánuði, þannig að við getum ekki haldið neinu staffi, þannig að nánast að hverju einustu ári erum við 100% nýtt starfsfólk. Í byrjun árs þurfum við að kenna þeim hvað er visjónið okkar, þú veist hvað er hugsjónið okkar, þú veist hvað við gerum og hvað við gerum ekki, þú veist í svona terms af að nota hráefni og þú veist, og við erum ekki fine dining veitingastað, við erum ekki svona bara ótrúlega fýtt staður, en þess að þú getur alveg komið þarna bara og fengið eitt fiskrétt og labbað út, skilur, en þú getur líka komið í stórum álti. En það sem að allt þetta fólk, þú veist, kemur með alla sína reynslu. Þetta fólk er að koma mikið frá útlöndum, eða ekki? Jú, mikið frá útlöndum, aðalega frá útlöndum, sérstaklega í eldhúsinu. Í salnum eru við með einhverja sem að bara búi í Vestmannum og vinna alltaf á sömurinn hjá okkur, en síðan líka bara bæði læra þjóna og bara, þú veist, sem að koma til okkar í svona sömarsíðan. En í eldhúsinu, þú veist, er kannski fólk sem að hefur bara þvílíka reynslu og allt öðru sem svið heldur en ég hefur reynslu á, og ég ætla bara að leiða mér að fulla það að mikið af þessum kokkum eru miklu hæfileikari kokkar heldur en ég, sko, þú veist, að mæta og elda mat, þú veist, geta kannski bara gert það miklu betur en ég, sko, en það sem við höfum er hugsjónið og ramminn og allt sem við viljum gera, en síðan þú veist, reynum að leyfa hlutunum gerast svolítið organically hjá eldhúsinu, þú veist, bara endalist að samræðum, þú veist, ef við gera þetta og bara allar hugmyndina sem koma út frá því gerir slippina þess að mann er, sko, þú veist, ég er ekki búin að búa til hvern einasta rétta matseli, sko, eða hvern einasta drykk eða hver einasta upplifun, sko, það er bara collaboration á
fullt af ótrúlega hæfileikar ykkur fólki sem koma inn í ramman okkar sem Slippurinn sko. Og það það sem mér finnst valjuð að vera að þetta svo mikið ég meina, 25 manns á launaskrá í sumar sko. Og stór staður miklu starri heldur en sambærilegist svona staðir erlendis svona ef ég ætti að bera okkur saman við einhver staði þá er líklega eitthvað á Norðurlöndunum það eitthvað staðir sem er 40 manns í sæti Slippurinn með 100 manns í sæti það bara því að við erum með mjög stutt season og við þurfum bara ákveðna veltu til þess að geta bara haldi staðnum gangandi sko. Þarna einmitt haldi staðnum gangandi sko. Eitt með þig, þú ert alltaf hress, kátur, hefur gaman að lífinu geggjað að borða góða mat góðu fólki og bara ástríðu drifin en ég veit líka að þú ert mjög góður í því sem þú ert að gera og þú ert mjög svona creative þegar kemur að þessu og þú ert að reka þetta líka þetta þarf að ganga upp eins og þetta segja bara staðurinn þarf að vera á einhvern máta og það er ekkert mála að koma inn sem svona klikkaði snillingurinn og með ótrúlega góðar hugmyndir en síðan kemur enginn og þú nær ekki að fylla borðin og bara halda staðnum gangandi þetta er rosalegt viðskipta samspil líka eða ekki? Jú, alveg svakalegt sko og í svona fyrirtæki ég er að reyka þetta með mömminni, pappa og systir mín er farin út úr þessu núna bara einbyggða sér sínu þannig að við erum 3 og maður þarf að setja á sér rosalega marga hatta ég er líka markaðsstjóri Slippsins sko, og ég er líka yfir bókunum og talaði ferðaskrifstofunnar og bara ráða allt fólkið með öllu því sem það tekur að síðan endum við á því að byggja risa starfsmannaíbúð skilur að því að við vorum að fá svo mikið af starfsfólki og aldrei erfitt að fá gistingu í Vestmannum á sumrin eins og kannski margir foreldrar sem hafa reynt að fara á sjálfmóti það er bara mjög erfitt að fá gistingu í Vestmannum annað en á hóteli sko. En þetta er alltaf magna koncept, þið eru með staðinn í Magna gömlu vélsmiðinu, ekki? Jú. Og beint á móti þar eru með svo kallar prep kitchen maður er með linga og alltaf reynu og þar fyrir ofan eru þið með starfsmanna íbúðir sem bara íbúðir sem er leiði út starfsmannunum þau gista þar, lappu við götuna í vinnuna eða fara á neðri hæðina í vinnuna eru þar bara allan daginn og eru bara inn í þessu einu götu allan daginn en síðan á hverjum einu stegi fyrir við í svona 1 til 1,5 tíma að tína jurtir og fang og bara njóta náttúrunnar sko. Sem er náttúrulega bara það held ég, bæði það og það að við fáum fisk alltaf í heilu og vinnum hann alveg 100% frá grunni er ástæðan fyrir að svona margir frábæri kokkar vilja koma að vinna í okkur vegna þess að ef þú ert að vinna í New York þá bara mætir þú niður í kjallara að preppa klukkan 8 morgunin og þú lappar út klukkan 1 á nætunar og sér ekkert annað heldur en bara prepp, klipp ykkur þú ert bara í vinnunni skilur en hjá okkur þá mætum við og bara ef ekki allir vel það er rigning í það skilur en við þurfum samt að fara að ná í hundarsvörðunar og þurfum samt að ná í kvönnina og núna eru kvannar fræin í árstíð þannig að við verðum að sækja það núna þótt að við myndum alveg hafa nóg að gera við myndum bara fara beint inn í eldhús og bara byrja að undirbúa sko en bara við verðum að ná í þetta því þetta er hráfnum sko og við verðum að fara að ná í fiskinn og vinna hann í heilu að því að við þurfum að taka roðið af til þess að þurrka til þess að þessi tilbúið fyrir kvöldi og þessi beina snerting við hráefnið það er það sem það er ástæðan fyrir að frábæri kokkar vilja koma að vinna hjá okkur og fólk allstaðan á heiminn ég meina bara í sumar voru við með minna teimi en áður af því að við breyttum opnunartímanum vorum bara með opið 5 daga í staðin fyrir 7 daga og við vorum með fólk frá Rúmeníu, Frakklandi, Grikklandi, Bandaríkjunum, Þýskalandi ég er að fara svona í stöðvarnar í eldhúsinu og í heitamatnum Pólandi og síðan einn Íslendingur með mér, eða við vorum 2 Íslendingar og árun áður þá er þetta ennþá lengri listi sko bara fólk allstaðan að og
þetta gerir líka bara, þú veist, diversity er svakalegt og bara, sko, staffamáltíðunar eru mjög góðar, sko, þannig að það er kannski bara að fá eitthvað mat sem er kannski bara þjóðarétturinn í Slóvakíu eða eitthvað skilur við, það er bara geggjaður, þú veist, og bara, þannig að þetta verður svona, þú veist, með staffaíbúðina sem allir búa, þú veist, sem er svona ákveðin kommuna, þú veist, þetta verður svona einhvern veginn bara svona, bara lítið community bara í 3,5-4 mánuði, sko, sem bara búið. Eitt sem ég glemd að spyrja áðan og láttum við þetta og tengir ekki við þessa sögum. Ég minnir að þú hefur sagt mér einhvern tíma frá því að þú varst að vinna á svona mjög hátt settum stað, hvort það var 1, 2, 3 mittsinsurinn og þú varst eitthvað niður í einhverjum kjallara og kemur einhver til þín og er bara svona að spjalla og bara hvernig er þetta að fíla þetta, finnst þér þetta ekki geggjað? Og þú varst bara svona, nei, þetta er ekki fyrir mig. Já, þú veist, þá var ég á 2 mittsinsurinn stað í New York sem heitir Atera. Þeir eru með, þú veist, þar eru mitt, þú veist, bara ótrúlega fallegur staður, taka bara 14 manns á kvöldi, skilur við. En bara reisa prep eldhús, þú veist, sem allt er bara, þú veist, ef þú veist að klippa jurtir, þá þarf þetta að vera inn í kæliherberginu, skilur við, ískallt, bara allt fyrir jurtinnar, eitthvað. Og þú veist, allt alveg, þú veist, og bara eldhús er bara deep cleana 5 sinnum á dag, og þú veist, og það er mitt svona brigade system þar sem er bara svona hrokin er alltaf niður á við, sko, þú veist, bara sem er undir þér er bara fáið, sko, og þá komum mitt gæi sem að var ekki kokkur að það, heldur var yfir indoor garden, að þau voru rækt alltaf jurtinu sína sjálfar, og bara 2 floors down í New York var bara garður, wow. Sem alveg magnað að sjá, sko, og þú veist, ég var sem svona intern var bara að hjálpa honum þennan dag að klippa jurtir til þess að gera tilbúið fyrir kvöldið í eitthvað svona box og hann var að segja mig sögu hvað allir svona interns væru, þú veist, spenntir að fara að vinna en þú veist, þarna var ég náttúrulega, ég var búin að reka veitingastæðin minn eigin í 2 sumur og alveg með, þú veist, 4 ára nemareynslu og eitthvað þarna var hann bara þú veist, bara finnst þér þetta ekki geggjað? Ég bara, jú, þetta er mjög flott myndir ekki vilja vinna þetta? Ég bara, ekki sjans bara, akkur ekki bara, koma allir inn það, 8 á mótana sjá ekki bara daylight fyrir 1 á nóttina, tala niður til það allan daginn þú veist, hafa bara alltaf verið að hrauni yfir mig, bara eitthvað yfir engu, ég er alltaf bara mjög slétt, sko, þú veist ég var ekki að reyna að fara inn í þetta þú veist, þetta minnst kjátaði, sko, þú veist þannig að ég bara, það er bara ok, held bara áfram, skilur en þú veist, það var ekki verið að hrauna yfir ykkur að því þú var að gera eitthvað, þetta var bara svona skrítin valdabarátta, sko og og hann var svakalega hissa að ég bara engan á bara ekki séns ég vil bara gaman að vinna, sko en þarna líka kemur kannski inn á svolítið mikilvægt að þú veist svolítið hvað þú vilt já og þeir sem eru kringuðu tala um að þú veist, þú ert mjög góður að ná markmiðunum þínum já, þú veist en ég veit líka eins og sagðir aðan, ég get verið smá óraunsær þá var ég að hugsa ég á allan að 2 vini, Gísla Gríms og Sveinbreka sem að komið til þín að aðstoða á slipnum fyrsta sumarið og Sveinn átti annars að vera þjónn og Gísli átti að vera kokkur eða ekki í eldhúsinu og þeir endur báðir sem bara einhverjir smiðir og handlangarar bara mála og svona þú veist, bara pússa upp gólfi rétt fyrir ofninu og eitthvað Sveinn mætti þarna með bara skyrtu og fína buxur ekkert annað, bara tilbúin að þjóna allt sumarið já, fyrsti júli komin Þessa Sveinn, kannt þú að saga, getur þú nú farið í eitthvað svoleiðis fyrir okkur en já, ég átti þess að við ná markmiðunum þú veist, ég meina þú ert búin að opna veitingastað 23 ára gamall og ég veit alveg að þetta er svona fjölskyldulegt og allt það, en þú veist, þú ert mjög duglegur í þessu og mér langar svona að forréttast bara hvað er það sem er að drífa þig áfram? Sko, Indiana systir sagði þessa setningu við mig einu sinni að bæði minn besti kostur og minn versti kostur væri hversu óraunsær ég er þú veist bara, ég bara opna veitingastað eftir 2 daga þú veist,
hún bara, það ekki hægt, bara, jú, það hægt þú veist, síðan bara vinn ég bara þú veist bara kannski 7 á mótnana til 2-3 á nætunar og mæti aftur 7 sko, og þú veist þá ég ekki eitthvað, ég svo duglegur og eitthvað, en þú veist, það bara raunveruleikin sko, það bara ætlum að ná þessu, og bara þurfum að ná þessu og bara kemur ekkert annað til greina og þú veist ég hef alveg oft bara ætlað mér alltaf mikið og það ekki gengið sko en ég meina þú veist þannig að ég fer kannski í ykkur aðstæður sem að aðrir myndi ekki fara í að þið sjá svo mikið að neikvæðan punktum en þú veist, en ég kannski bara horfi á að ef allt gengur upp þá gengur þetta upp og bara ef ekki bara veðja á það og hefur líka bara gaman að því á meðan þú ert að reyna við það sko, þú ert ekkert einhvern veginn í stræka með allan ekki eins og maður sem alveg að fara á límingunum og hérna hvort þetta var heimskulegt hjá þér eða hvað varst að spá eða eitthvað svolítið, það er meira bara ég er að gera þetta með skemmtilegu fólki, minnst þetta gaman lítið allan að reyna á þetta. Já, og þú veist ég er alveg varkár, þú veist, ég er ekki bara taka eitthvað lán sem að við getum aldrei borgað upp, skilur þú veist, ég passa mig alltaf að þetta er, þú veist þetta mun ekki hafa slæm áhrif á eitthvað, sko, þú veist en hérna en svona með vott af kæruleysi er hægt að komast rosalega langt, sko vott af kæruleysi og bara tilbúin að leggja á sig vinnu, sko og þú veist en þú veist, ég er náttúrulega bara einn af þeim sem er mjög heppinn, ég fann mjög fljótt þú veist að bara leið og ég byrjaði eldur sig þá var bara, þetta er fyrir mig og þetta er það sem ég ætla að gera þú veist, og ég bara hef ekki litið tilbaka síðan og ég hef engan áhuga litið tilbaka. Ertu með mikla kröfur á sjálfum þig? Já, mjög mikla kröfur, sko og þú veist, og ég hef alveg brunnið og ég hef alveg, þú veist hef alveg átt erfiða tíma líka, sko þú veist, þetta er ekki bara jákvæðnin og allt, þú veist, ég hef gert fullt af mistökum, alveg rosa mörg mistök en lært af einhverjum að þeim allavega og hérna, þú veist, þannig að þetta er allt bara spurning, þú veist hvað maður er tilbúin í hverju sinni einhvern veginn, held ég bara. Þú sagðir að hérna langaviðin væri binni í gröf, já. Binni, eða ekki? Jú, binni í gröf, já. Upplifir eitthvað svona, hérna, ég hef hérti tala um hann áður, upplifir eitthvað svona ákveðið stolt í því? Fannst þér eitthvað svona ákveðið drif í því að hérna, koma af frá flottu fólki og duglegu og svona vinnusömu? Já, þú veist, ættin okkar köllu grafarættin gröf, binni í gröf og hún hefur alltaf, þú veist, grafarættin hefur bara þekkt bara í Vestmannaeyjum fyrir að vera bara dugleg, bara allir duglegir framtakssamir og duglegir það er, hérna, náttúrulega binni í gröf hann sjómaður og allir sína hans sjómenn nema einn, það var hálfgríslumaður sem var ótrúlega skrítið á þessum tíma, sko og hann á þessum tíma var mjög stressað að segja pappa sinum að hann vildi ekki vera sjómaður vildi vera hálfgríslumaður en manaði sig á lokum uppi að segja það og það sem að Binni, sem langaði mig sem ég tekkt aldrei þú veist, hann dáinn áður en ég fæddist sagði þá þessi orð við hann flott brósi minn hann er kallað brósi og er þú veist var tíma, skilur hálfgríslu maður Bjarkar, skilur það bara flott hjá þig, brósi, þú veist ef þú alltaf að taka fyrir hálfgríslu gerðu það bara ótrúlega vel og verður bara bestur í þínu fæi bara flott hjá þig, þú ert ekki að vera sjómaður, verður bara besti hálfgríslu maður sem þú getur orðið og þú veist þó svo það hljómi mjög dramatískt og væmið en þú veist þessi orð bara eitthvað að taka eitthvað bara ég ætla bara að vera bestur í þessu þú veist ekki að ég sé að segja núna að ég sé besti kokkur á Íslandi sko. ég er svo langt frá því sko. En svona það sem eru mínir styrkleikar er að ég er mjög duglegur og er að fylgja ákveðinni hugsjón og þú veist allt í kringum það
er bara bónus. Þú veist, ég myndi, þú veist, það eru svo margir íslenskir kokkar sem eru svo miklu betri á svo mörgum sviðum í mismunandi hlutum, en mínir styrkleikar er að vera duglegur með hugsjón og bara með rosalega áhuga á mat og að nýta, að gera eitthvað nýtt. Það er svona mínir styrkleikar. Og kristalla svolítið í bara slipnum og skál og Já. þínum stöðum. Já, og síðan alltaf, ég opnaði annan veitingastað þegar ég var 25 ára. Nei, í millitíðinni. Já, í den tíð. Í den tíð. Matur og drykkur. Já. Þá var ég 25 ára og fekk tækifæri að opna veitingastað í Reykjavík niður á Granda. Upphaflega var ég ráðinn til þess að breyta einhverju kaffihúsi með að setja einhvern mat inn á matseilin bara til þess að reyna að hækka þeim söluna hérna. Nema hvað í þessu húsi sem var gamalt fallegt hús sem stundum kallað Allianshúsið, þar var saltfiskframleiðsla í gamla daga og þetta er svona, bara sögufrætt hús, fallegt hús og myndi að mörgu leyti á Magnahúsið í Vestmannaeyjum, eða þú veist það að þetta sé gamalt sögufrætt hús. Og þar inni var og er enn sögusafnið sem er eitthvað svona víkingasögusafn eitthvað. Mér langaði ekki bara að setja einhvern fyrst dagsins á matseil hjá þeim, heldur langaði með að hefði kannski einhverja tengingu við sögusafnið eða bara Íslendingasöguna, skilur. Án þess að ég vildi að þetta er eitthvað svona gimmick í túristi, skilur það, þú veist, þjónandi var í fjallkonubúningum eða eitthvað. Og var bara óslega mikið að hugsa um þetta og á þessum bara akkurat á þessum tíma var ég á ferðalagi með kærastinn minni, Hafdísi, eða konunum minni þetta, og þá var ég svona að setja í hugan að þetta væri svona konsept far inn á þessu kaffihúsi, að það væri svona réttir sem hefði kannski verið frægir í gamla daga, skilur við, eða þú veist að séu ykkur referensar. Fór að borða á veitingastæði í London sem heitir Dinner by Heston sem gerir svolítið út af þetta, þú veist að þú getur borðað bara eitthvað, þessi réttur er frá cirka 1700 og hann er svona út af þessu og þessu. Og maður síðan bara þróaðist konceptið meira og síðan bara kynni ég þetta koncept fyrir þeim og bara nafnið og allt, bara matur og drykkur. Fyrir þeim sem áttu staðan? Já. Matur og drykkur byggt af bók Helgu Sigurðar sem er stærsta heimildum íslenska matargerð. Bók sem heitir matur og drykkur. Og þið ætla að gera kaffihús sem að er með einhverja referensa í því. Og ég fór á flug með einum af eigendunum sem er svona hönnuður, creative designer, Svinni Jónsson Lemax og þetta er Albert Munoz og við förum bara að búa til þetta koncept. Það verður alltaf bara stærra og geggjaðara, þú veist, bara á blaði. Síðan var þetta bara, Gísli, þú verður bara að vera með í þessu. Og ég er fokkin til, þú veist, mér fannst þetta svo spennandi, sko. Nema síðan byrjar staðurinn og í raun og veru er þetta bara allt í orðin bara minn staður og þau eru bara eigendunir, skilur. En þú veist, þetta er bara svona mitt vision, bara mitt fólk og förum ótrúlega djúpt í konceptvinnuna að tala bara við gamla sögu, þú veist, bara Nönnur Rögnvaldar og bara sem voru með einhverjar heimildar íslensku mat og ætlum sem að taka þessar upplýsingar og búa til nýstaflega rétti úr gömlu hráefni en samt alveg svona virða hefðirnar svakalega vel. Og kannski í staðin fyrir að reykja fisk sjálfur, þá myndum við kaupa hafðreyktan fisk frá einhverjum geggjum framleiðenda til þess að styrkja hann og í raun og veru bara svona sína fram á hvað hann svara geggjuð með því að láta hana í þvílíkt flottan búning. Já. Sem á við gerðum og vorum líka rosalega mikið að skoða alla veitingastæðina í kringum okkur, þú veist, bara í Reykjavík á þessum tíma. Þetta eru bara 5 ár síðan, þetta er bara 2015 en á þeim tíma var landslagið í veitingastöðum í Reykjavík rosalega svipa. Ég er alls ekki að segja að það voru lélegi staðir en það voru allir staðir eins. Meiri segja með næstu svipa nafn, þú veist, það var bara fiskmarkaðurinn, fiskfélagið, sjávargrillið, sjávarkjallarinn, sjávarbarinn, þú veist, þetta var bara, og prísin á veitingastöðunum, hann var
ekki svona fyrir casual, það var ekki alveg fændaning en samt alveg up there sko. Og maturinn líka það var næstu bara mjög svipaðir matseðlar. Þú veist, það var allir með lambarétt og allir með nautarétt, allir með fisk, þú veist, í 2 fiskrétti, humarsúpu, eða þú veist, bara svona, allt bara svona, það var basically bara sami staðurinn með eitthvað smá sérkenni, svona, hér og það. Og okkur langar bara að gera eitthvað allt annað, þú veist, bara, sjá, þetta eru veitingastæðir, ekki, gerum eitthvað annað. Og þú veist, og vissum að við þurftum að vera með eitthvað svona showstopper sem væri svona aðal rétturinn, skilur við. Og ég bara þorskhaus, þú veist, þorskhaus og þú veist, sem var ákveðið út af einhverjum heimildir sem þau fengið, en þess að rosa rík saltfiskframleiðsla á Íslandi sem bara basically bjargaði efna Íslandi, þú veist, að flytja út saltfisk til landa eins og Portugals og Spánar. En það var náttúrulega bara, saltfiskurinn var í svona, þú veist, hausinn fór ekki með. Og hausinn hefur rosalega svona ríka sögu á Íslandi, það var það sem við borðum, sem voru krakkar, sem voru gella, sem kallast að taka hérna, þú veist, þannig að það var óslega mikið saga í kringum hausinn. En þetta er allt svolítið svona afgangs, eða ekki? Jú, bara 100% afgangs. Þú veist, einmitt, það er bara hausinn tekin af og það er eitthvað, hérna, gellur og eitthvað svona og síðan þessu bara, síðan þetta orðið eitthvað lostætti í dag. Já, þú veist, í raun og veru og ennþá þetta í dag er flestir hausar bara að fara í þurrkun sem eru sendið til Nígeríu og fá alveg svona bot prís fyrir það, skiljum. En þú veist, við höfum oft áður, sömurumunum áður á slipnum, þú veist, verið að leika okkur með fiskihausa, þú veist, búið til góða mat. En þú veist, þarna fannst mér bara, þetta verður aðrætt í staðins. Bara núna þurfum við bara að einbytta okkur að reyna að gera þennan rétt geggjaðan, þú veist. Bara fórum bara í endalastu prófunum og endum á því að þú veist, þurfa að grafa hann, þú veist, eins og maður gerir við graflax til þess að kjötið yrði stinnara og síðan þurftum við að búa til einhvers konar gljáa og endum á það að gera það úr niður svona kjúklingasóði með fullt af beltistara og bara svona umami brauð og fleira, þú veist. Og síðan man ég að á þessu stöðu annað en slipurinn sem við opnuðum bara, þá tókum við alveg nokkur pröfukvöld. Þarna var ég bara, ok, við erum búin að gera eitthvað í Vestmannaeyjum, núna er bara tími til komið fyrir mig að sanna mig í Reykjavík, sanna að ég geti það, sanna að ég geti búið til skemmtilegt og áhört koncept. Á þessi tíma var ég ekki fáin inn á fjölmiðlamenn eða þú veist, það var enginn að skrifa um slippinn eða neitt þannig, sko, þú veist, eitthvað sem mér fannst við alveg eiga skilið í eigum. Þannig að þarna var ég bara, hún er í Reykjavík, núna er miklu meira aðgangur að fjölmiðlamönnum og fleira og þetta er bara okkar tími til þess að, eða bara minn tími til þess að sanna mig. Og ég man bara fyrsta pröfukvöldi kom eitt frændi minn sem að hafði svona hjálpa okkur helling í marketing í eigum, bara eitthvað, þið eru ekki að fara að bera fram þennan þorsku, sko. Bara fólki finnst þetta ógeðslegt, bara pottið, bara sjá þetta. Það verður bara að fæla fólk frá. En þetta er líka svolítið stöðandi réttur fyrir fólk sem hefur ekki séð þetta. Þetta er bara diskur og huge þorskur. Bara haus, skilur. Og ég bara, nei, þetta er geggjað, sko. Smakkaði hann bara, þetta er geggjað. Hann bara, já, þú veist, jú, hann er örugglega góður. Og smakkaði hann bara, jú, ok, hann er mjög góður. En, þú veist, en ég var bara svona, þú veist, bara málega það sem við erum að sýna fram að þetta er bara svolítið 9 tímar í veitingamennsku. Bara, þetta er það sem við erum stolt af. Og markmið okkar er að gera Íslendinga stolta af íslensku mat. Það var bara boðorðið okkar, skilur. Það var að láta Íslendinga vera stolta af íslensku mat. Og þú veist, gerum kleinur og bara allir réttirnir sem við gerum, bara svona lyftum við aðeins upp, færðum í nútíma samfélag, eða þú veist, nútíma búning og hérna, ég man bara hvað Íslendingum sem komu, þau eruðu bara sjokkuruð, bara vá, þú veist, er þetta íslensku matur? Þú veist, what? Og þetta þróaðist og bara áður en við vissum að fengum við bara þvílíka fjölmiðla athygli, þú veist, BBC gerði þáttum, þú veist, í Ísland, sem matur og drykkur var langstærsti partur af og 2 þýski sjónvarpsþættir og þú veist, einn franskur og bara, þú veist, fengum bara þvílíka athygli á mjög stuttum tíma og
með þessu voru við líka, þá voru bara kokkar og kokkanemar sem myndi bara koma að vinna hjá okkur og ég bara, þú veist við getum ekki bóðið há laun sko, bara sorry en þau bara, mér er alveg sama mér ángur bara að vinna hér bara, hér vil ég vinna og vera partur af ykkur en þú veist, þetta var ekki bara við vorum ekki bara búið til góða mat og setja hann á diska þetta var með eitthvað dýpra meaning sko, og þú veist og allir að læra og þú veist, ég var að læra helling af bara öllu ferlinu og til að gera, þú veist, langa og leiðilega sögu mjög stutta, þá kom mér og eigendunum ekki svakalega vel saman sem enda á því að ég fór út og allt staffið með mér, bara allt staffið hætti á einu bretti og eftir þetta var ég mjög bitur vegna þess að mér fannst þetta svo geggjað koncept og við vorum bara rétt að byrja sko. Þú veist, þetta hefði geta byggst upp í að verða eitthvað magnað sko. En já, þetta var alveg svona magnaður kafli, þú veist og líka bara kokkarnir sem komu þaðan, 3 af þeim opnuðu samanlega kokk, skilur og fóru alveg nýja leiðir í kringum hamborgar á Íslandi, skilur bara nýttu sér held ég svona frumkvæla starfsmennar sem og bara svona okkur alveg saman hvað öðrum finnst við ætlum bara að gera það sem við viljum gera og gera það vel og þá kemur fólk og það er svolítið svona sem að Lekokk gerði bara þeirra kredit 100% bara fyrir það sem þeir gerðu eitt sem fór að vinna á missinstöðum í Svíþjóð og bara þú veist það fóru að bara ótrúlega mikið fólki sem eru búin að gera flotta hluti þú veist nokkrum árum seinna núna sko. En eftir þessa reynslu bara svona eigenda leiðindi skilur við þá sagði ég bara ef ég ætla að opna annan business ætla ég að gera með vinum mínum bara hafa gaman og þá opnuðu við skál með 2 bestu vinum mínum sko. En nú er þetta bara stemming Já, bara stemming En ég líka heyrt að fólk vilja ekki fara til business með vinnum sínum bara upp á að koma eitthvað upp á Já, það er náttúrulega alltaf að hætta því sko. Og líka í fjölskyldu sinni sko. Já, ég veit með allt þetta nánasta fólk Já, þú veist það hefur alveg eins og ég segi, þú veist, það er romantísk hugmynd að opna veitingastað sem fjölskylda en það hafa verið rifildi sko það er ekki alltaf einfalt að reka veitingastað með mömmu sinni skilur þú veist, maður þarf að koma stundum svolítið öðru sig að hlutunum og sama örugglega fyrir hana að reka veitingastað með sinni sínum hún hefur stundum bara komið inn í eldhús og bara nei, þú gerir þetta ekki og ég bara, jú þú veist, kemur bara svona batnað með rifildi skilur Gísli Matthías, hún gerir þetta ekki Já, þetta er frændin Við byrjum aðeins að tala um það áður en að fórum að taka upp og nokkuð kannski að loka þessu spjalli á þeim orðum að þú veist, þú ert að gera hluti í Vestmannaeyjum, einhverju lítilli eldfjallaeyju sem er bara á heimsmælikvarða og út af að nefna Nóma nokkur sinnum í þessu spjalli bara, þú veist að segja frá því að saltið sem þeir nota er frá saltverk íslenskt salt sem er sérstaklega flutt inn og fólk eitthvað, Jesus maður, salt er bara salt en fyrir þér er salt ekki bara salt er íslensk afurð svona verðmætt? Er hún svona góð? Sko, ég ætla ekki að segja að allar íslenskar afurður séu betur en aðrar afurður í heiminum, það er bara alls ekki þannig sko. En þessi tiltekna vara, salt frá saltverk, þetta er bara þetta er rosalega hrein vara þú veist, ég kann ekki efnafræðina bak við það heldur bara svona að þekki það ein reynslu er að þú veist bara maturinn verður að einhverju leiti bara svona meira clean og þú veist, við notum þetta í gerjanir og fleira saltið og að grafa kjöt og fleira og það kemur bara miklu hreinna bragð þú veist, og ég teki eftir þessu sérstaklega vegna þess að ég fer rosalega mikið erlendis að kynna matagerð svona kynna íslenska matagerð og bæði koma sjálfur mér á framfæri og fleira og er þá kannski búin að senda uppskriftir út til að láta undirbúa hluti sem við getum ekki gert í þeim tímarma sem ég er á staðnum sko. Þá er það kannski búin að grafa eitthvað kjöt eða gerja radísur eða gera eitthvað bara bragðir allt öðru sig bara allt of svona gróflega saltaði bara svona sódíum bragð og þú veist og það er líka, þú veist, það er ákveðið svona gæðastimpill að besti veitingastæður í heimi velji íslenskt salt þeir voru áður að nota þú veist, annað sjávarsalt en þetta
þóttu bara seinni afurð sko. Wow. en but then again, þú veist, það að reyka veitingastæði í Vestmannaeyjum, það hefur náttúrulega sína galla, en það hefur líka fullt af kostum sko. Þú veist, þetta lítið samfélag, það einfalt að koma hlutum í framkvæmd og þú veist, og þetta alveg svona einfalt líf, þú veist, þetta oft mjög erfitt rekstrarlega sér, en þess að það eru bara 3-4 mánuðir sem fólk kemur, síðan þarf maður svolítið að surviva vinterinn eða veturinn og bara ef að ferjan fer ekki, það getur því, en þú veist, það bara svo margt sem gerir þetta meira næs sko. Það eins og til dæmis góðu vinur minn, ég veit ekki hvort ég á nefna á nafn, en allavega búin að starta þvílíku veldi hér í Reykjavík, veitingaveldi. Hann sagði eitt tíma við mig bara, eitt tíma þegar við vorum að fá okkur vín, Gísli, þú veist, hvað ert að gera í Eyjum? Af hverju ert þú í Vestmannaeyjum þegar þú getur bara verið í Reykjavík og Reykjavík veitingastað og bara grætt pening, eða þú veist, bara þú veitir bara í góðum málum, menn þess að þú veist, á Slipnum hefur við alltaf borgað okkur alveg tölvöld undir lágmarkslaunum og aldrei borgaðinn að og allt það, þú veist, alveg rekstralega mikið ströggl. Og þú veist, og hann bara nota orðin bara, þú getur bara komið til Reykjavík og bara orðið ríkur, þú veist, og þá var hann að tala að opna einhvern svona stóra veitingastæði í Reykjavík og ég bara, vera ríkur, þú veist, bara hvað meinar þú veist, ég er í Vestmannaeyjum, ok, þetta bara einn af fallegust stöðum bara í heiminum, bara á Íslandi og í heiminum, þú veist, þetta ótrúlega lítið en ótrúlega þægilegt samfélag, þú veist, ég á 4 börn og það ótrúlega gott fyrir að þroskast þarna. Ég með veitingastað þar sem ég geti gert hvað sem ég vill og með aðgangar hráefni sem maður bara fáir hafa og ég bara geggjaði konu og bara sem ég elskaði út af lífinu. Ég held ég gæti bara ekki verið meira ríkari sko. Þó svo að Slippurinn sé ekki kannski að skila einhverjum peningum. Það bara skipt, þú veist, hvað vill maður gera við peninga sko? En það ekki byggja lífsitt þannig að það veri gott og næs. Þú veist, peningar skipta engu máli í stóra samhenginu. Það bara, hvernig líður okkur og hvað getum við gert úr aðstæðum sem við erum í sko. Já, ég er mjög ánægð með þetta og líka þetta sést alveg á þér sko og þú veist, og eins og þú segir að þú ert duglegur og langa vaktir og eitthvað svona, þú veist, ég held að þú sért ekki að mana þig upp í þetta sko. Ég veit að þetta er erfitt og krefjandi, en þú ert að gera eitthvað sem brennur fyrir með fólki sem að þú fílar og fílar þig á móti og þú veist, og líka eins og með þessa Vestmannaeyja umræðu, hann Tryggvi Hjaltason, ég er alltaf best að lýsa honum bara sem gæðin sem allar ára 200 ára hann alltaf býr líka í Vestmannaeyjum og hann heyrði hann um daginn og ég já, þú veist, hvað ert í Eyjum núna? Og hann bara, já, ég bara fatt ekki, ég held ég sé bara ég hugsa stundum bara, ég er búin að trixa lífið, ég bara bý hérna í Vestmannaeyjum og bara, það er allt geggjað, eða þetta, hann var bara svona, þú veist, vá, bara að fá að búa hérna, ég get unnið hérna í svona fjarvinnu og bara, þú veist, að fá að búa á þessum stað er bara, ég er búin að trixa lífið. Já, þetta er bara svindl. Já, það er bara svindlaði. Já, það er, þú veist, aldrei segja, þú veist, alltaf eitthvað tala bara Vestmannaeyja, en bara, þú veist, þegar maður er bara að finna sitt, skilur og þegar maður finnur bara, núna er bara tíminn til þess að byggja ofan það er svo góð tilfinning, sko, að því, þú veist, þá er maður ekki, þú veist, ég er búin að prófa að búa erlendis, ég er búin að pröfa það að búa í Reykjavík, skilur en núna bara er ég á þeim stað bara geggja fjölskyldu og þú veist, hvað langar bara að gera Slippinn alltaf aðeins betri á hverju ári og gera eitthvað aðeins á vettinu líka og þú veist bara búið til eitthvað geggjað sko. Búið til eitthvað geggjað, það er lokaorðin hérna hjá okkur, Gísli. Takk hérlega fyrir að koma og þú veist, ég held svo mikið með þér sko, ég dyrka þetta og þú veist, ég fengi að það er alltaf gaman að koma á þessu staði og mátt líka vita það bara, þú veist, eins og fyrir mig að koma á þjóðhátíð að sé, og þetta er svona kannski líka eitt sem er svona fráhrindandi við þetta Michelin-dæmi er að, þú veist, þetta er svona það er ákveðið snopp þarna og ég meina það er ótrúlega góð matur og ótrúlega góð þjónusta og mjög mikið fagfólk að vinna öllu en maður finnur þetta líka á Slippnum og þeim stöðum sem þú kemur að og bara svona, það er allir velkomnir. Já. Ég meina maður kemur á þjóðatíð og maður vaknar þunnur úr okkur tjaldi og fer á Slippinn og það er bara góð stemming og þú veist, og ef einhver vill hamborgara bara ekkert mál en ef einhver vill nautalundina, þú veist,
það vart að fara að fá geggjaða nautalund. Já. Það bara svona allir velkomnir og hérna bara svolítið hafa gaman að þessu á þess að vera eitthvað að reyna að auglýsa slippin en ég bara kann svo vel að meta þetta út að ég veit að þetta kemur ekkert bara frá því að þú hugsaðir hver viðskiptahugmyndin þetta er meira bara stemming frá þér og þínu liði og þínu fjölskyldu og þínu vinum sem er að smita frá sér niður í staðina sem þú ert að reyka. Já, en þú veist but then again, þá tek ég alltaf fram að þetta er alls ekki bara ég alls ekki sko. Og þú veist, þetta er bara svo mikið að bara fólki sem að er til í þetta líka, skilur, er til í þessi stemmingu með okkur, sko. Einmitt, já, ég alveg fengi að sjá hérna bara hvað til dæmis mammaðinn er að gera þarna á slipnum og pappiðinn og hérna, það er alls konar fólk þarna baki sem að heldur þér bæði á jörðinni og gangandi, sko. Já, bara 100%. Þetta er aðeinslegt. Gísli Matthías, takk hérlega fyrir að koma í spjall. Takk.